Góðan daginn, góðir áhorfendur og verið velkomin með okkur á Akureyrarvöll á leik KA og HK í inkassodeild karla. Í liðin hér rétta gangin á völlin. Sigur Óli Sigurðsson heiti ég og með mér er Kristján Sturluson. Velkomin til leiks, Kristján. Takk fyrir það. Það verður væntanlega hörkuslagur hér í dag. Búið að vera pínu pása á mótinu út af EM. Og bíladögum. Og við fáum hérna heimaleik á Iðagrænum Akureyrarvellinum. Lítur vel út, ekki lítur svo vel út í mörg ár. Nei. Ljómandi fínt veður. Ljómandi fínt veður, frábært veður til knattspyrnuiðkunar. Það jafnvel von á einum dropa seinni ferðinni en við getum reynda líka sloppið við það. Við ætlum kannski að renna yfir lið gestina, byrjum á því. Það markmaður Arnar Freyr Ólafsson, nr. 2 Birkir Valur Jónsson, nr. 5 Guðmundur Þór Júlíusson, nr. 8 Ragnar Leósson, bróðir Reynirs Leóssonar, þjálfaraliðsins. Nr. 9 Kristófer Eggertsson, nr. 10 Hákon Ingi Jónsson, nr. 15 Teitur Pétursson, nr. 20 Árni Arnarsson, nr. 22 Sveinn Aron Guðjónsson, nr. 27 Jökull Elisabetharsson og nr. 30 Reynir Haraldsson. Ungt og efnilegt lið HK, Kristján. Já, heldur betur og gaman að sjá hérna þriðju kynslóðar Guðjónsson hérna í dag. Heldur betur og hann skoraði síðasta leik og hann hefur verið... Hann setti 2 þar á undan. Hann er sjóðandi heitur. Hann er sjóðandi heitur, við þurfum að hafa gætur á honum í dag. Akkurat og það er mjög mikilvægt fyrir okkar lið að halda áfram góðu striki en við unnum leikni glæsilega leik sem er okkar besta í sumar í síðustu umferð. Já, frábær leikur. Og hérna það er bara að vona á því verið framhald í dag. Lið KA er óbreytt frá þeim leik. En Söljan Rækóð stendur í markinu, í vinstri bakverði Ívar Örn Árnason, hægri bakverði Hrannar Steingrímsson, miðvörður Guðmann Þórisson og Davíð Rúnar Bjarnason. Á miðjunni Alexander Trinicic og Almar Ormarsson, hægri kanti Hallgrímur, vinstri Júræ, Ásgeir nú sennilega hægri á, Hallgrímur í hólunni, tíunni, svo kallari, og Elvar Árni frammi. Já, mér sýnist að vera svolítið Geiri kemur út á hægri kantinn til okkar. Þetta bara eins og bestur á kosið. Þetta bara eins og bestur á kosið. Við ætlum að biðjast velvirðingar á því fyrirfram við áhorfendur að við erum ekki með neina klukku á skjánum okkur í dag. Smá tæknilegur örðugleikar en við munum eftir okkar bestu getu, Kristján, reyna að upplýsa áhorfendur hvernig tímanum líður. Dómari leiksins í dag er engin annar en Jóhann Gunnar Guðmundsson og honum til aðstoðar eru Bryngeir Valdimarsson og Eðvarð Eðvarsson. Kristján, hvernig spáir þú ef þú ættir að spá í spilin svona fyrirfram fyrir leikinn? Já, þar sem ég er svona dapur spámar að ég þá ekki bara segja 0-0. 0-0. Svo við fáum markaleik. Já, það er síðan gert til að jinx þetta ekki. Já, einmitt. Það er gott. Já, ég get nú ekki verið sammála. Ég ætla að spá okkur sigri, enda enga bjartsýnn maður alltaf verið. En HK eru, skal ég segja, sýnd veiðin ekki gefin. Það er alveg bókað. Tek undir það. Þeir eru svona virðast að vakna til lífsins. Já, þeir hafa verið að ná... Svolítið gott stig austur og svo unnið er hérna Grindavík í seinustu umferð. Það hafa einmitt verið að ná í góð úrslit upp á síðkasti eftir brösuga byrjun og þetta er svolítið töluvert breytt lið sem að hann Reynir stillir upp svona miðað frá því þessum Toddi var með fyrir árið síðan. En HK situr endar í 11. sæti deildarinnar með 5 stig en KA er í öðru eins og stendur eða sennilega dottnir í 3. núna því að Þórsarar voru að sigla inn sigri gegn Fjarðabyggð 3-2 fyrir austan með 13 stig. Hér kemur misheppnuð sending úr vörninni frá Davíð Rúnar Bjarnarsinni og HK geysast upp í skyndisókn. Það er hætt við að þeir eftir að liggja kannski aðeins til baka og reyna að beita skyndisóknum. Já, sammála því. Og þarna kom ágætis pressa frá þeim og boltinn í innkast. Hrannar Steingrímsson býst til þess að taka innkastið og dómarinn stoppar hann af, vill ekki hann fari framar. Rétt skal vera rétt. Og Elvar Árni upp í baráttuna, Almar tekur hann niður með smá tíma á hann. Reynir að finna Júræðin á miðjunni. Ég verð að segja, Kristján, ég er hrifinn af þessum búningum HK. Það minnir svolítið á hérna Hvar er Valli eða ekki? Jó, minna óneitanlega á Hvar er Valli. Þetta er svona ákveðinn stíll yfir þessu. Rautt og hvítt með enn eitt merki í stíl og þverröndóttir. Það er nú ekki algengt þess að þverröndóttir búninga. Nei, þetta er öðruvísi, það er gaman að þessu. Einu sinni sagði hann reyndar einn maður við mig að við höfum að passa okkur þegar við förum í þverröndum, það lætur okkur vera feitari. Það væri betra að vera í langröndótti. En það er kannski ekki að sjá á leikmönnum HK samt. En hér er að Júræ Grísel með boltan upp í horni.
og reynda að koma honum fyrir. Gengur ekki, Alexander sveiflar honum inn í teig, það er Elvar í baráttunni og þeir senda hann aftur á markmann. Einhver hefði nú kannski viljað fá sendingu aftur á markmann þarna, Elvar bað það en ekkert dæmt. Það hefði verið mjög strangur dómur. Sammála því? Sammála því. Hér kemur útsparkið, þeir eru ekkert að reyna að spila hann á stutt. Ívar í bakið á honum, vel gert Ívar. Ívar var gríðarlega öflugur í leiknum og til leikni, kom inn í byrjunarliðið svona nokkuð óvænt fyrir Callum Williams sem var fyrir því áfall að missa bróður sem þurfti að halda heim til Bretlands. Akkurat. Og Ívar stóð sér mjög vel í þeim leik og færi byrjunarlið sæti áfram. Það var mjög gaman að fylgjast með honum og Hrannar í þeim leik. Voru duglegir að sækja upp. Akkurat. Ógn í þeim. Hér er það Hallgrímur. Menn í sér. Búinn að draga menn í sig, flott. Kemur hann á Hrannar. Hægra megin. Hrannar inn á Ásgeir. Ásgeir með mann í bakkinu. Ásgeir alltaf duglegur í klassinu. Hér er það Guðjónsson. Inn á leikmann nr. 10 Hákon Inga Jónsson. Guðmann eltir hann uppi. Guðmann er sterkur í námjónum og vel gert. Eigum við henni ekki bara? Þetta yngast á Háká síns verð. K.A. reyndur nú gera nú tilkall í bolta eins og þeirra er von og vísa. Við sjáum að Háká hlaða mönnum inn á teginn þegar þetta greinilega nota þessi förstu leikatriði og geta svolítið drepið tímann. Þetta er ekkert ólíkt kannski íslenska landsliðinu leikstílinn sem þeir leggja upp með í dag síns mér. En það er Guðmann sem skalla frá og þeir reyna að koma boltanum fyrir en það missettum tilraun og boltinn fer aftur fyrir Mark K.A. og Rækó með hornspyrnu. Rækó að gera sig kláran að sparka frá marki. Það er aðeins farið að fjölga í stúkunni, Kristján, en það var heldur tómlegt hérna til að byrja með. En það er mikil ferðahelgi, margir K.A. strákar og foreldrar á orkumóti í Eyjum og K.A. stelpur og foreldrar á móti á Sauðárkróki, sjöttiflokku kvenna. Sumar fyrir byrjuð og svo líka kosið í dag, kannski setur það strikk í reikningin. Nákvæmlega, ertu búinn að kjósa? Ég er búinn að kjósa. Já, ég ætla að fara eftir leik. En hér er það Ívar Örn, hann getur grýtt boltanum langlega inn á teig. Hann sendir hann upp í hornið og það er Júræ en boltinn fer aftur út af og K.A. menn eiga annað innkast. Og Ívar tekur það og nú má búast við hann komið langur inn á teiginn þannig að við setjum Davíð Rúnar inn á teig. Tók hann að góða teig Ívar. Og þessi flýgur væntanlega langlega inn eftir. Hér kemur innkastið. Og Davíð, misreiknar hann aðeins og Kópavogsmenn skalla í burtu. Vel gert Ívari. Hér fær það er aukaspyrna. Menn ekki hressir þarna með Svein Aron. Sveinn Aron brýtur á Almari og hann lét vel í sér heyra. Stór og stæðilegur strákur. Sýnist Alexander ætla að taka spyrnuna. Nýkliftur og fínn. Nýkliftur, sumarklipping á Alexander. Mér sýnir Guðmann skokk inni þannig að við ætlum greinilega að gera eitthvað úr þessu. Og biðum eftir að dómari flauti. Hér kemur flauti og spyrnan frá Alexander. Kemur hún út á Júræ, þetta er sennilega beint að æfingasvæðinu, hvað gerum við þarna? Júræ tekur hann á, vel gert Júræ með boltan fyrir markinu. Nei, hann dæmi brot á Ásgeir. Boltinn endaði í markinu. Guðmann ekki sáttur. Þeir eru allir frekar ósáttir. Og við fáum þetta endursýnt. Hér kemur Júræ, tekur manninn á, vel gert hjá Júræ, hann sendir hann fyrir. Mér finnst, ég ætla nú að reyna að taka K.A. af mér en mér finnst þetta algjört kjaftaði. Ég sé ekkert brot í þessu, en þetta æsir K.A. vel upp, þeir létu dómara leiksins heyra það, Jóhann Gunnar. Það er ekkert sérstakt held ég að fá Guðmann svona beint í andlitið. Nei, ég held ekki. En það er einu sinni þannig að dómarinn hefur vist alltaf rétt fyrir sér. Yep. Þó sem að það sé ekki alltaf sammála. Það er bara svoleiðis innkast sem K.A. Hrannar tekur það yfir á Davíð. Þetta var virkilega skemmtilega útfara aukaspyrna og Júræ gerir mjög vel. Og þetta er vonandi bara það sem koma skal í leiknum. Já, sammála því. Og gaman að sjá Júræ taka þetta manninn á og koma honum fyrir. Kemur við langur boltann fram. Ásgeir, Elvar tala saman. Já, þeir berjast þarna saman, húsíkinir. Ásgeir er búinn að sóla 2, sóla 3, kominn á teiginn. Frábært tilraun hjá Ásgeiri. Fín tilraun, ekkert af þessu. Spurning hvort hann hefði getað gefið hann það. Ég
sá svo sem ekki K.A. skýrtinu og teiknum en frábærlega gert hjá honum. Tekur 2-3 leikmenn á og gerir vel. Rétt 7,5 mínúta liðin á leiknum. Staðan ennþá markalaus. Einhverjir myndir nú reynda að vilja segja að það var 1-0 fyrir K.A. en dómarinn ekki sammála því. Nei. En hvað það? Hér kemur markspyrna frá marki HK og hún beint hérna á hausinn af Alexander væntanlega. Jó, hérna kom Olbogi. Og það strax guldspjald. Dómarinn ekkert að hika við það. Neip, en það virtist þetta nokkuð greinilegur Olbogi að mér fannst allavega. Það var Alexander reyndar sem sókti inn í skallaði við. Akkurat. En hann á mótornum tók þetta ansi óvinalegur Olbogi. Hann hristir þetta af sér. Já, vonum að Jarnir sé fljótt. Hann grjótharður. Afþakkar af aðhlyninguna og kemur sér aftur í leik. Helgi sjúkraþjálfari tyllir sér aftur á bekkinn. Toppmaður Helgi Steinar. Við tökum hann á stutt. Davíð yfir á Guðmann. K.A. stillir sér upp í sína sóknaruppbyggingu. Hún var vægast sagt góð á móti leikni með þess að hún sé kannski áður í sumar. Hann voru enga frískir strákarnir fram á þið. Hér vinnum við innkast. Ívar mætir á vettvang með sína gömlu handboltahandleggi. Ég þjálfaði nú í den í handbolta. Þetta er spurning hvort þetta sé það sama sem merki við löngu innkost á handbolta. Kristján, Aron Einar Gunnarsson var þetta þekktur handboltamaður og var lengi vel. Hér kemur innkastið. Davíð reynir við hann. Og þetta er gripið. HK kemur boltanum hér í leik. Ívar skallar hann frá. Þeir eru barátta og hvað? Sveinn Aron dæmdur brotlegur. Hann hikaði ekki vel út hennar hannar. En þá kemur Almar yfir á Hrannar. Hrannar með smá tíma á boltanum. Finnur Almarinn á miðunni. Umkringdur Almar missir hann. Nú þarf að menn að skila sér að gera HK. Þeir eru 5 á móti 5 hérna. Vel gert hjá Alexander. Virkilega vel gert. Vel gert hjá Hallgrím sem stóð þetta af sér. Reynir sendingun inn á Elvar. Nærði ekki. Vel gert hjá Ásgeiri. Ásgeir mjög duglegur í boltanum. Hallgrím aftur upp í hótt. Nú Hallgrímur 1 á 1. Það finnst honum ekki leiðilegt. Hefur nægan tíma. Kemur hann fyrir. Og frábær fyrirgjöf. Og hornspyrna sem K.A. Þetta var frábær utanfóta fyrirgjöf. Já, virkilega vel gert. Ef þetta kalla fyrirgjöf lúmska, þá var þetta lúmsk fyrirgjöf. Já. Það er alveg svoleiðis. Hann var með þetta, já, utanvert. Bjóst engi kannski við fyrirgjöfin akkurat þessar stuðu. En það er Júra sem ætlar að spyrna inn í. Guðmann tekur hlaupið, þeir eru stórir inn á teig á K.A. Guðmann með boltann og Hanna skar Hurnarr í hælum. Hanna skar Hurnarr í hælum og það var markmaður HK sem að handsamaði knöttinn mista síðan aðeins frá sér. Já. Það var sennilega sýndist með Guðmann sem átti snertinguna sem að stýrði honum á markið. Þetta var skemmtilega útfært. Hornspyrna á nærstöngina. Kemur langt út spark. Þetta stefnir beint á hausina og kollina á Ívari sem skallar hann út af. Og hér er það langt innkast í HK á Svein Aron. Hann og Davíð. Ágætis skrokkur á þessu strák. Já. Hann er 1 gegn Davíð. Okkar fyrirliða. Davíð lætur ekki plata sig. Og síðan Ívar sér hreinsar. Ekkert sérstök hreinsun en við setjum strax press á HK sem enda með að þeir spyrna boltanum inn fyrir okkar varnarlínu og aftur fyrir endamörk. Guðmann kalla sína menn áfram, peppar það áfram. Rækó gerir sér kláran að sparka út. Það er gaman að sjá K.A. liðið þjappa sig hérna inn á miðjuna vinstra megin svona frá okkur séð. Þar sem Alexander ætlar væntanlega að fara upp í loftið þennan eins og marga aðra. Haldið í hann en já, sammála því, mér varst þarna haldið í hann. Hér kemur hins vegar boltinn fram í HK. Þetta er laglega komið út úr vördinni á þeim. Og Alexander í tæklingu vinnur boltann. Frábær tækling Júra núna með hann út á kanti vinstra megin. Finnur Alexander á miðunni. Hann stingur honum inn á Hallgrím. Hallgrímur er undan í boltann. Hallgrímur er með 1-2 í sér. Júra kemur hann til að hjálpa. Finnur Ívar og Ívar er með Júra líka með sér. Smá misskilningur sýnist með, nei, Júra nær fyrirgjöfinni og það er hornspyrna. Já, skemmtilega gert þetta virðist vera að ganga vel upp hjá okkur vinstra megin. Já. Við vorum búin að fjölmenna þarna yfir á vinstri vænginn.
Fyrir þá sem að koma á skjánum staðan 0-0 og rétt 10 mínútur liðnar. Rétt 10 mínútur liðnar að leiknum. 12,5. Já. Hér kemur fyrirgjöfin. Þarna vildi Kámen eitthvað fá fyrir sinn snúð. Já, en nú kemur Sveinn Aron, hann öskufljótur, Almar í honum. Og þeir ætla að sækja á seinni bylgjunni. Það Kámen að skila sér aftur, kemur sendingin inn fyrir. Og vel gert hjá Hallgrím sem var komin hann aftast. Vel gert í honum. Já, hann hreinsa boltann í innkast. Komast tilbaka að hjálpa til. Og HK innkast á stór hættulegum stað. Spurning hvort við sjáum handbolta innkast. Já, það aldrei að vita. En innkastið á sér stað við stúkuna. Og hann virðist að kasta hún á langt inn í teig því að HK hafa fjölmenntin á teginn. Hér kemur innkastið, það langt. Og Rækó með þennan, vel gert hjá Rækó. Öryggið uppmálað. Hann rykkir honum fram á Ásgeir. Sem fær strax pressun á sig. Hvað gerir Ásgeir? Kemur honum á Grímsa. Grímsi reynir að finna hann aftur en gekk ekki. Og boltinn enda hjá Rækó. KM geta stilt upp. HK bakka með alla sína 11 menn fyrir aftan boltan og aftur fyrir miðju. Þeir spila 4-4-2 leikkerfi. Þetta er ekki ólíkt leikstíl Lýsingarliðsins. Nei. Bara alls ekki. Þú hittir eiginlega naglann á höfuðið hérna upphafi Lýsingar þegar þú komst með þessa samlíkingu. Þetta er eiginlega, má segja þetta sé sambarlegt upplegg hjá HK. Já, en hér kemur langur bolti. Og við förum í baráttuna. Alexander í baráttunum við Svein Aron, vinnur skallæni við, Almar yfir. Grímsi með boltan. Júræ vildi fá boltan út á kant. Skemmtilega að spila Júræ með hann. Nei, innkast. Júræ hérna fær smá byltu en harka það sennilega af sér. Það Ívar sem ætlar að trykkja honum. Upp í hornið á Júræ sem á undan og aftur á Ívar. Ívar getur gefið fyrir, gerir það, Hallgrímur með hann. Leggur út á Almar og vinstri fót á skot frá Almari sem að lúmst skot en Arnar Freyr grípur í marki HK. Tilrauninnar að falla okkar með Kristján, við erum búin að töluvert fleiri tilraunir en HK í þessu leik. Kemur langur bolti fram. Kollin á Davíð Rúnari, Davíð Rúnar vinnur boltan, reyndar á og hann HK vinnur seinni boltan. Alexander fyrir pressuna, kemur fyrir gjöf, Almar. Gerir til að hreinsa og svo kemur skot sem fer í vardamann og Rajkovic með allt á hreinu í markinu og bjarga því að boltinn fari ekki í hornspyrnu. Þetta var ágætlega útfært hjá HK, engin spurning. Unnu þarna seinni boltan eftir að KA er með hávaxnaralið og við erum að vinna fyrstu boltan en HK voru grimmir hann í seinni boltan sem að skilaði sér. Útspark frá Rajko út á Ásgeir sem er með smá tíma. En hann setur Annar vildi að vera rólegri, gæfi sér tíma. Hér kemur innkast frá HK og Hrannar í bakkinu á Ásgeir unnur boltan, kemur hann Alexander. Alexander og Hallgrím, Hallgrímur út á Hrannar. Hrannar og Elvar í lappir, Elvar út á Ásgeir, þetta er skemmtilega að spila. HK reyndar að komast inn í sendingu hann og vinna boltan. Ásgeir reyndar hættir ekki að pressa. Eltir all uppi. Hann eltir allt uppi, hann getur hlaupið endalaust drengurinn. Og hér er það HK sem er að spila boltanum. Kristófer Eggertsson með hann. Fær Elvar í pressuna. KA með duglegar skil niður. Ívar er þarna aðleitn á, já, þetta var bara að fara. Döpusending. Og Rajko býst til að taka útsparkið. Rajko með útsparkið, kemur hérna væntanlega vinstra megin og nei, læri ekki að lyfta honum en þetta er beint á Davíð sem hefur nóga tíma. Spurning hvort þetta verið æft á æfingasvæðinu. Já, ég held ekki reyndar. Elvar í harkalega skall. Já. Þetta er aukaspyrna og það er alveg réttlætt að hana. Leit ekkert, þetta verður ekki verið þægilegt að fá Elvar svona beint í bakkið. Nei, heldur betur ekki. Það er hins vegar spurningin ef að dómarinn er farin að dæma á allt svona, hversu margar aukaspyrnur verða í leiknum. Það geti eyðilagt svolítið leikinn fyrir okkur. Já, en það voru ansi
merkileg úrslit í deildinni núna í gær og dag. Það sem að Fram vann Leiknir Reykjavík 2-1. Haukar unnu Keflavík, Grindavík og Selfoss gerðu jafntefli. Leiknir F vann Huginn, Þór vann Fjarðabyggð og nú er leikur KA og HK í gangi sem er síðasti leikurinn í þessari umferð. Í þessari 7. umferð og KA með geta til sér á toppi með sigri. Er ekki amalegt svona kosningadegi? Ekki amalegt á kjördegi. Jæja. Það kemur langur bolti fram sem Elvar eldir. Elvar grimmur og leikmaður nr. 2 Birkir Valur Jónsson neyðist til að setja boltan upp í stúku. KA fljótur að koma í leik. Og komum aftur á Davíð sem skiptir yfir á Guðmann. Guðmann út á Hrannar. Hrannar með tíma. Hrannar getur leikið honum. Frábær sending inn á bróður sinn. Rétt mista á honum. Og Arnar Freyr Jónsson handsamar hann í markinu. Þetta var skemmtilegt tilraun. Ég sakna pínu hlaupana frá Ævari sem við fengum í fyrra. Já. Þessar hlaup inn fyrir línuna, þessar stungusendingar því að hann var svo öskufljótur drengurinn. Ansi öflugur í því. Já. Og Arnar Freyr með langa sendingu fram. Guðmann í loftið, kemur enginn við það. Ekki sáttur en Guðmann. En HK, hvað gerir þeir hérna? Davíð skot stöngina. Davíð vinnur skallaboltan og boltin berst út til hægri. Það kemur fyrirgjöf beint í afturendan og Ívar út af innkast. Hérna voru mistök í vörg á að Guðmann mista skallaboltanum og Davíð klikkaði á sendingunni til Ívars. Þarna hefði þurft aðeins verið talandi í KA-liði, það er engin spurning. Og stöngin bjargaði KA. Heldur betur, þarna skall hurð nær í hælum svo við höldum að nota þann frasa. Góður frasi. Frábær frasi. En við sýnumst þér að snúast upp í þetta netta norðvestanátt. En innkastið kemur hérna, Ívar skallar hann frá, hörkuskalli, Elvar með mann í bakkinu, flikkar honum á, Hallgríms rétt missir af honum og HK losa boltan fram. Þetta er væntanlega rangstæð eða hvað? Nei, engin rangstæð og HK vildi aukaspyrnu en fengu ekki. Júræ skilur hann eftir fyrir Ívar sem spilar hann aftur á Davíð og KA með róa leikina þess niður. Guðmann með tíma. Sýnist Guðmann vilja fá meiri hreyfingu á KA-liðið. Já, Ívar inn fyrir á Júræ en sendingin ekki nógu föst og við sitjum aðeins eftir. Og Sveinn Aron sem lendir hérna á öxlinn á Guðmann. KA menn ekki sáttu með þetta. Alls ekki og HK vilja sennilega spjald líka. Vilja meina að það hafi verið olbúi og Almar. Heyrðu, hvað? Það er mikil hit í leiknum. Svona með að við algjör óþarf illa Almar hana. heyrir maður einhvers staðar Kurteis og prúður drengur. Já, heyrir maður einhvers staðar kalla rautt spjald. Það er gjörsamlega kannski galið, þetta var hörku árekstur en hvort sem að hafi verið ásetningur eða ekki að Guðmann er erfitt að segja. Sammála því, mér finnst það nú bara standa kjör sko. Mér sýnist Júræ vera komin út fyrir hliðalínu í smá aðhlynningu við Helga, hvað sem hefur gert, hvort sem sé bara skipt um skó eða Helgi virðist vera að teipa hann eitthvað, vonandi sé þetta ekki alvarlegt en við erum allavega einum færri rétt á meðan. Reynir Leósson þjálfari HK biður gullspjald á Guðmann og sér til varnar að hann hefði endaði að vera að spjalda leikmann HK fyrir olnbogaskot. Já. En það hefði verið mjög strangur dómur að setja spjald á þetta. Já, ég er eiginlega sammála því. Hér kemur aukaspyrnan. Þeir eru ekki alveg búin að æfa þetta nógu vel. Kristófer Eggertsson sem spyrnir. Boltinn á fjær, Sveinn Aron sem var frekar einn. Hann væri leitna sjó þarna, Sveinn Aron, en hefði mátt gera betur þarna. Já. Sem betur fer fyrir okkur KA-menn. Rækko með spyrnuna mín síns Guðmann alltaf taka sér mistök á sig, hann virðist að hafa ekki fylgt manninu eftir eða hvernig sem var. En spyrnan kemur vinstra megin, það virðist vera aðeins detta niður spilið á KA-mönnum þessa stundina. Það er Elvar Árni í Spurning hvort að EM-frí eða bíladagar sitt í KA-liðinu. Vonandi hvorugt, en það er Hallgrímur með Júra með sig sem er komin aftur inn á. Og hann reynir að finna Ásgeir, lappir Ásgeir og undan. Og hann vill fá víti, hann stendur á sér, finnur Elvar! Þeir verði ekki á línu, þeir verði opið marki hins vegar. Þetta var, sjá hvað Ásgeir er naskur. Hann er rótlegur, hann eldir allt uppi. Allir held að hann væri farið niður með mann í bakkinu. Guðmann í kapplaupi við Hákoninga.
Hákon Ingi reyna að koma boltanum fyrir sem er beint á Davíð. Davíð með smá tíma, litla pressa á sér, hvað gerir hann? Hann losar hann fram á Ásgeir, Ásgeir upp í lofti, fær olnbogann beint í bakið. Já, hárréttur dómur og það er spjald. Það er spjald hér á leikmann númer 5, Guðmundur Þór Júlíusson. En þetta var færi, Kristján. Þetta var hörkufæri, ég held við værum að fara að fá mark hana. Já, þegar Ásgeir stóð þetta af sér og komur út á Ella, en Hákonarnir voru fljótir að hugsa og hendu sér fyrir skoti í Ella. Hrannar ætlar að spyrna boltanum, hvort hann kom ekki með hann stutt á Almar, mér finnst það ekki ólíklegt, eða hvort hann neglir hann inn á teginn. Við erum með 3 menn á teignum. Hann kemur langur. Og fyrsti maður HK. Skallagötu, það er glötuð aukaspyrna í rauninni. Alexander var hérna í klássi, rétt mista boltanum. Hákon Ingi snýr, hann er ansi naskur þessi strákur. En Ívar gerir vel, Ívar fer alltaf á 120% í allar tæklingar og það er gaman að sjá það. Held þetta sé eitthvað sem hann læriði hjá þér í handboltanum. Það hlýtur að vera yfirhanda 15 og svo framvegis. En þeir undirbúast taka innkastið við miðanvöllin. HK kasta honum fram, Ívar í baráttunni við Svein Aron og boltinn fer af Svein og út af. Ívar gerir sig tilbúinn að kasta fram. Það lítur að vera akkurat núna. Kemur spyrnan inn á Rækó sem handsama knöttir á hana fyrir aftur fyrir. Óli, við loðum að greina frá tímanum. Það eru rétt rúmar 24 mínútur liðnar. Rétt rúmar 24 mínútur liðnar þegar sjöttararnir í stúkunni taka við sér og byrja að hvetja sitt lið. Og hér kemur boltinn út af í innkast. Hrannar ætlar að taka innkastið. Við getum verið sammála að það er að færast líf í leikinn eftir tiltölulega rólega byrjun. Heldur betur. Hrannar með innkast. Og HK meðan inn í svolítinn pakka hérna. Skemmtilega gert hins vegar, Sveinn Aron meðan í löpunum, Hrannar eftir hann uppi. Sveinn Aron gegn Hrannari. Tekur hann á inn á miðju, þar mætir Almar en hann róa leikinn niður. Guðmann gerir vel. Frábærlega gert í Guðmanni sem losar hann fram. Nú kemur Hallgrímur væntanlega í pressuna. Og gefur HK engan tíma og þeir þurfa að losa hann inn. Og það kemur nú hlaup, þessi Hákon er afskaplega duglegur að hlaupa. Kemur boltinn fram frá Hrannar frábær bolti á Grímsa sem reynir að flikka honum áfram. Elvar í baráttunni. Og hérna er vel gert hjá HK. Þeir spila vel úr þessu leikmaður nr. 9, Kristófer Eggertsson kemur með hann. Þetta er stungusending sem Guðmann er snöggur að lesa. Og Kristófer heldur boltanum hins vegar, mætir 2 tæklingum og ekkert dæmt. Það var ekkert á þetta. Elvar tekur einn á, þeir eru konið 3-4, KM 3-4. Júræ, stungusendingin inn á Júræ, en markmaðurinn Arnar Freyr vel á verði og handsama þennan knött. Kemur hann strax í leik. Og hér er Ásgeir eftir þennan bolta á og Hrannar heldur honum inn á eða hvað. Vel gert. Heldur honum inn á, ekki flakka. En losar hann beint í svæði á HK. Og það er Alexander í baráttunni, Almar. Fram á Júræ. Það vantar pínu sprengju fram á í okkar liði í dag allan til að byrja með. Og það er vel spilað þarna hjá Júræ og Ásgeiri. Þeir eru 2 þarna á hægri vangnum. HK kemst inn í sendinguna og losar hann. Vel gert hjá HK-ingum. Júræ vildi meina að væri farin út af en ekki Eðvarð Eðvarðsson aðstofadómari. Davíð Rúnar skalla beint á Hrannar. Hrannar með tíma, nógan tíma. Almar. Út á Davíð væntanlega. Davíð og Guðmann skiptast á að bera upp boltan hérna og færa boltan á milli sín. Finna möguleikana. Guðmann er með hann. Hann spyrnir honum inn fyrir Ásgeir. Ásgeir út á kantinn á Hallgrím. Hrannar kemur í hlaupið. Gott hlaup hjá Hrannari og nú kemur væntanlega fyrirgjöf. Góð fyrirgjöf hjá Hrannari og þarna er enginn á fjær. Hefði nú verið gott að hafa Elvar þarna. Já. Og þá er það Hákon sem tekur á mótunum með Davíð í bakkinu. Hákon stendur þetta af sér. Ívar heldur áfram að pressa hann og Ívar vinnur þennan. Vel gert Ívar. Virkilega vel gert, en skoppar af HK og... Það er svona að maður rósar mikið. Það er svoleiðis. Ég kemur sendingin beint á Guðmann. Hann tekur hann á... Ég veit ekki hvað hann tók hann eiginlega.
Nei. Hallgrímur með tíma. Þetta að verða opnar og það að færast svona hraði í leikinn. Heldur Svo vorum betur. að kalla eftir áðan. Heldur betur. Hákáingarnir liggja tilbaka þegar við erum með hann. Slög sending á Guðmann, en Ívar Bjargar færa mættal í hendina en ekki flaut á þetta. Guðmann aftur. Og Guðmann með sendinguna Elvar tekur við honum, vel gert hjá Elvari. Finnur Hrannar, frábært, Hrannar duglegur að koma kantinn, kemur önnur fyrirgjöf og nú maður á fjær, það er Júræ. Þetta vantilega hotspinna, þetta var varnarskalli. Það svona sveif rétt fram á stönginni. Já, mann fannst þið tefla hérna á 2 hættur. Tefla á 2 hættur, HK. Og nú fáum við stóru menninin í boxið. Hallgrímur býr sig undir að spyrna á boltanum. Og við ætlum með Fjölmenni í tegin. Nú erum að gera að koma mark. Og ég kemur spilna. Og hefði Guðmann upp. Og það er glæsilegt! Guðmann Þórisson að koma KA í 1-0 eftir hotspinnu frá Hallgrímur. Þetta var eitthvað flottasti skalli bara sem ég séð. Já, þetta var virkilega vel gert. Virkilega vel gert. Mér dettur bara lína Páls Óskars í hug þegar ég sé hann eins og fuglinn Fönix reis. Guðmann reis í teignum. Við fáum að sjá þetta endur sýnt. Og hér kemur það. Hotspinna frá Grímsa, kemur á nærsvæði, hlaupið á Guðmanni, hann hátt í loft upp og ég ekki frá því þetta, já þetta var eiginlega frábælega góð skalli með stöðunum sem Guðmann var í. Staðan 1-0 eftir, hvað langar leik Kristján, þú ert tímavörður? Rétt 29 mínútur. Rétt 29 mínútur liðnar að fyrir hálfleik og við erum konur yfir, þannig líður okkur vel. Nú þurfum við HK væntanlega að koma út úr skotgröfunum og færa sig fram á völlinn. Þeir hafa svolítið verið að beita skyndisóknum eftir að við höfum verið að sækja þá. Heldur betur. Hér er það Sveinn Aron í baráttunni við Davíð. Davíð setur hann út af og já, markspyrna. Vel gert. Davíð var vissi sín í sök þarna og sömu sögum að segja um afslátdómarann. Já, frábæra varnarleikur hjá Davíð. Þetta er fyrsta mark Guðmanns fyrir KA. Já, og af dýrari gerðinni, þetta var virkilega vel gert hjá hann. Heldur betur, hann er frábær skallamaður, hann hefði, ég veit hann var fúll sjálf og sitt leikir um til leikni, þar fekk hann ágætið skallafæri. Passar. En það var hörkufæri, óöpunna, skor ekki þá. Já, og hann bætir upp með hérna, heldur betur. Og það verður eiginlega hrósanum fyrir þetta marka því að það var eins og hann væri að missa af boltanum, en einhvern veginn þá... Og sveif í fjærhornið. En hér er HK sem er innkast inn á miðjum allar mikið KA-manna. Jökull Elisabethsson tekur við boltanum. Boltinn hátt í loft upp, Alexander Adsson eins og hann kallaður. Sveinn Aron nær að snúa, við viljum ekki, hann fái mikið að snúa. Nei. Og boltinn ber sérna hægra megin og það kemur skot og það er framhjá. Þetta er ekkert ósvipað skotun á þann sem fór í stöngina, en Rækó var með allt á hreinu þarna. Hann var með allt á hreinu þarna, mættur í hornið. Rækó er með télt hreinu í síðasta leikamóti leikni. Ég var á þeim leik Kristján og hann var alltaf sýndur á Stöð 2 Sport. Leiknismenn, þeir fengu ekkert mörg færi en ein aukaspyrna sem Rækó var í gríðarlega vel og Rækó búinn að vera mjög traustur í sumar. Mjög traustur og ég sá með þennan leik líka í Breiðholtinu og hérna, mér fannst í nokkuð skipti Rækó verið virkilega vel. Hér vilja bæði lið fá aukaspyrnu, hvort liðið fá aukaspyrnu og leikurinn heldur áfram. Alexander í baráttunni, hann gefur ekki þumlung eftir, hann var frábær á móti leikni. Svona eins og allt liðið bara, en hann var einstaklega góður. Já, og hann naut sín eiginlega einna mest fannst mér í þeim leik. Sammála því og hér kemur boltinn á Hrannar. Og HK með hann, losa hann fram og Alexander tekur við honum með tíma, með nógan tíma, Júræ vill fá hann. Kemur sendingin á Júræ. Júræ á öfugum fæti hérna með hann. Júræ náttúrulega nánast jafnfættur. Vel gert. Skemmtilega gert hjá Júræ á Ásgeir. Hallgrímur úr í teignum og svo Hallgrímur með skot. Rétt framhjá. Eða allavega frá okkur séð. Já, frá okkur séð. Já. Hallgrímur hitt hann eða hvort hann hafi verið að reyna að setja hann inn að fóta eða hérna rétt framhjá en frábælega gert. Alexander með góða sendingun á Júræ. Júræ með hælsendingu á Ásgeir sem að fann Hallgrím í teignum og öfni bara að fá ekki ennþá hættulega færi. Það var skemmtilega gert. Skemmtilega gert og Arnar tekur útsparkið. Hann fer í baráttuna Alexander eins og áður en HK undan í boltan. Guðmann skattar hann aftur á Rækó sem að býður eftir að taka hann upp með höndum. HK pressar. Almar fær hann í lappir, fær strax pressa á sig. Finnur Hrannar út í hægra megin. Hrannar duglegur að tala við liðsfélagann, láta það vita.
Hallgrímur með hann. Já. Sending á Davíð. Davíð tekur skemmtilega á mót honum. Ég get ekki gert þetta þó að það var sendar 100 sendingar á mig. Já, ég er sammálaður þar. Ég segi það saman með sjálfan mig. Já. Alexander með háan bolta út á Hrannar. Hrannar heldur honum inn á, vel gert Hrannar. Og Hallgrímur með tíma. Hallgrímur með stendingu inn. Ásgeir dauðafæri! Ásgeir var aðleitt. Hann var aðleitt. Ég held að hann hef ekki átt að sjá því hvað hann var í raun og veru aðleitt þarna. Mögnuð sending á Grímsa. Já. Svo sannarlega. KA-menn eru ívið líklegri að bæta við frekar en HK hérna. Okkar menn þurfa að halda þessu áfram. Já. Og við stillum okkur upp. Enn ein markspyrna frá marki HK. Og enn og aftur er það Arnar Freyr sem var spyrnir frá marki. Hver annar? Hver annar? Og það er Alexander í baráttunni. Hér er þá væntanlega spjald neðan hann er búinn að spjalda, já. Þetta er í samræði við allt annað í leiknum, þannig að við kvörtum ekki við þessu. En þetta er hins vegar mjög vafasöm lína ef hann ætlar að halda þessu allan leikinn. Já. Ertu ekki sammála því? Jú, ég er sammála því. Alexander hérna sækir sér spjald. Við höfum náttúrulega okkar eina sanna Archangel Kumo á bekknum. Hann er reyndar eini leikmaður, eini útileikmaður sem er ekki að hita upp. Það er spurning hvort það sé eitthvað smá meiðslar hjá hann. Ég þori ekki að fullvissa neitt með það samt. Nei, hann var einmitt ekki í byrjunliðinu í seinasta leik. Ég lék ekki eina mínútu. Ónótað að varamaður í þeim leik. En það reyndar Alexander frábær í þeim leik og hérna ekkert út á það að setja. Hér kemur spyrnan inn fyrir og Rækko, Ásgeir og hérna. En það verður það að segjast að hópurinn hjá KA er ansi öflugur og þetta er náttúrulega, ég held að Túfa glími nú ákveðið lúxusvandamál að velja 11 leikmenn í hverjum leik í byrjunlið. Hjartanlega sammálaður í það. Þannig að fara Ásgeir, bjóst við einhverju hlaupundi, fekk ekki. Þannig að KA með stilla liðið af. Svo nú er Júræ komin á hóluna og Hallgrímur út til vinstra megin. Ásgeir hægra megin, þeir eru mjög duglegir að skipta þessu milli sín. Hreyfanlegir, Hallgrímur komin á vinstri kantinn. Júræ í pressuna. Já, og HK með hann í öftustu línu. KA-liðið heldur sér samt nokkuð framalega. Ásgeir kemur í pressuna hérna hægra megin. HK-menn lendi í smá vandræðum með, það kemur langur inn á Hákon. Guðmann mættur. Og KA þetta innkast. Eða, nei. KA ekkert innkast, þannig að við farið í Guðmann. Og engin mótmælir, þannig að... Nei, það var leiðréttir. Já, dómara leiksins. Jóhann Gunnar. Hann sennilega benti bara í vitleysátt, það gerist á bestu bæjum. Það kemur fyrir. Já, Guðmann með skallan í burtu, Júræ, baráttunni, Hrannar. En Hákon snýr, Hákon er búinn að vera mikið í boltanum og hann brýtur á Almari sem að... Varðist vel. Já, vel gert hjá Almari duglegur. Það kom svona ný holning á liðið við það að færa hérna Almar á miðjuna með Alexander. Já. Það er engin spurning. Kemur Rækovic spyrnir þessum frá markinu eða frá teignum, aukaspyrnunni. Með langur, Elvar í skallan. Og HK vinnur boltan. Það er Kristoffer Eggertsson. Sendir hann aftur. Og HK var að stilla liðið af. Guðmundur með hann í vörninni. Kristoffer. Og það er Birkir fyrir liði. Og Jökull. Jökull mjög reynslu mikill leikmaður. Mikill fengur fyrir HK, hann í sínu röðum. Ásgeir, frábær barátta frá Ásgeiri. Sem finnur Elvar. Elvar með sendingur inn fyrir. Ásgeir eldir alltaf þetta. Sjálfsögðu eldir Ásgeir. Ásgeir náttúrulega fékk mark út úr svo móti leikni en enn elda boltana sem allir held að vera glataðir. Já. En hér er Alexander með góðan skall á Almar og Almar frábæra sendingu á Júræ. Júræ með mann í bakkinu. Tappar honum en við fáum innkastið. Nú koma over 2 boltar inn á völlinn. Hann gerist líka. Meiri svo EM. Meiri svo EM. Kemur fyrir á bestu bæjum. Já. Ívar ætlar að þrykkja honum inn. Og það er Júræ með hann með 2 menn í sér. Finnur Ívar úti, Ívar er aðleið, nógan tíma til að gefa fyrir. Fyrirgjöfin kemur, hún er góð á Ásgeir í baráttinu og við fáum væntanlega hotn eða hvað? Nei. Markspyrna. Boltinn er farið aftur fyrir þarna, Júræ reyndi að ná honum. Aðeins róast leikurinn eftir marki.
Túfa kallar sína menna fram. Duglegur Túfa alltaf í boðvanginum. Alltaf snirtilega klæddur líka. Já, glæsilegur. Því kemur löng spyrna fram. Þeir halda honum inn á leikmannum með 20 Árni Arnarsson sem að skallar hann beint í lappirnar Alexander. Nú koma þeir, Hallgrímur með tíma, fær mann á sig núna. Verður þetta ekki aukaspyrna? Jú, hárréttur dómur. Kristoffer brýtur á honum. Kippt þarna niður. Vel gert hjá Hallgrím. Spurning hvað útfærslu við fáum að sjá núna. Já, þeir standa tveir hjá honum, Alexander og Hallgrímur. Þeir honum vel að vera svona snóðaður. Já. Stríðslegur, stríðsmannalegur. Ef maður verður held ég enn hrættari við hann að mæta honum með vellinum svona. Heldur betur. En hér kemur spyrnan, Hallgrímur að það taka, Alexander kemur sér nær teiknum. Kemur mæntalega fyrirgjöfin, Davíð er inn í teig og Guðmann er inn í teig. Dómarinn fylgist vel með. Hárbolti, Arnar grípur þennan. Þetta var virka örlítið óöruggur fannst mér þarna samt, en gerði þið samt vel. Nú þurfa KM að skila sér í stöður. Almar mætir Kristoffer hérna og Kristoffer hlaupi utan á Guðmann, vinnur bolta frábært gert hjá Guðmanni. Og kemur hann með Ásgeir. Ásgeir, hann er snöggur. Hann vinnur tilbaka á Almar á Alexander. Alexander með tíma. Alexander út á Júra, skemmtir utanfóttarsending. Júra 1 á móti 1, búinn að fara illa með leikmann nr. 15 áður. Kemur honum fyrir og vantaði mann á fjárstöngina. Og við vinnum hotspyrnu eins þeim meginn sem hún kom á hann. Þetta byrjaði allt með góðri varnarvinnu hjá Guðmann. Og góð færsla á boltanum yfir hjá KA sem HK-menn voru fáliðaðir. Og mér sýnist Júra geta leikið fram hjá Teita vild og komið boltanum fyrir. En Hallgrímur býst undir að spyrna og það eru sömu menn í boxinu á hann. Guðmann setja hann bara aftur. Já. Kemur spyrnan á nærstöngina, en hún er skölluð frá Almar með skottilraun. Skemmtilega, það hefði verið mjög gaman að sjá þennan inni. Já. Það var fín tilraun hjá Almari. Já. Þeir fiska sem róa, svo heldum áfram í frössunum. Já, heldur betur. Þeir skora sem þora. Já, þeir skora sem þora. Hlýtur að vera stór sjá að markteiknum í HK, það er búið svo marga markspyrnur í leiknum. Já. Og allar sömu megin, allar hérna fjær okkur, nær varamannaskilunum. Og það eru allar á hausinu á Alexander Trínsits. Nema þessi. Elvar tekur hennan á kassan. Hallgrímur tæpar hann á til hans. Og í bakkinn á Guðmundi. Guðmundur reyndi að næra snúa ákveðt út af þessu. Beint á Guðmann sem tekur hann á kassan líka. Jökull á Kristoffer. Kristoffer gefur sér tími í þetta, finnur Teit út í hægra megin og Kristoffer aftur. Og þá finna þeir... Duglegur Alexander elti þarna mannin. Já, Guðmundur með hann í vörðinni á HK. Hann er á gulu spjaldi, svo við vitum. Kemur með hann inn á Hákon. Hann er peysutók hjá Hákonni. Já, heldur Davíð frá sér. Boltinn út í hægra megin á Ragnar Leósson. Og þetta lítur vel út hjá HK, þessi sóknaruppbygging. Lítur mjög vel út. En Ívar stendur þessa fyrirgjöf af sér frá Tvöföldu þarna á Árna Arnarsson. Og hann náði ekki að koma boltanum fyrir, en þeir eru innkast í staðinn og þá er það Teitur Pétursson sem mætir á staðinn og við sáum að hann geti dundra boltanum langt inn á teig. Fáum að sjá handboltinkast. Handboltinkast. 41 mínúta liðin. Styttist í hálfleikinn. Túfa kallar og segir að Geir að vera tilbúinn. Boltinn kemur á teig og það er Guðmar sem svífur út á vörðinu og dundrar sem í burtu. Kóngur ríki sínu þarna. Já. Herðu, hvað fáum við að sjá hér? Þetta var ljótt að sjá. Elvar fær högg þarna á legginn. Og hann kemur strax og biður hann afsökunar. Íþróttamannslega gert hjá Birki Val, fyrirliða. Veit upp á sér sökina. Já, fyrirliða HK. Þetta var svona sólinn kannski, en Elvar náttúrulega sparkar upp í hann. Þetta verður ekki verið gott. Ekki verið gott, en Elvar harkar þetta af sér. Já. Enda legglífarnar í dag ekki eins og það voru fyrir 20 árum síðan. Ekki þegar ég var að fótbolta. Þá voru menn með legghlífar og rökklahlífar og annar pakkar. Nefndu það. Hér kemur Atsó, Alexander, spyrnir nú langt fram á Elvar. Elvar eltir. Elvar í baráttunni og þetta er skallað aftur og Arnar handsamar hann í marki HK. Hann hefur rætt töluvert að gera. Lengi að koma honum í leik. Þarna vildi Svein Aron fá okkur fyrir sinn snúð. Já, en Davíð skallar hann frá, Almar með hann, finnur Hrannar hægra megin. Hrannar segir Geir að fara upp, þetta vantar að koma hann langan, hætti við, finnur Guðmann öftustu línu.
Almar með tíma. Þetta svona maður sem við viljum byrja boltan upp. Tilbaka á Guðmann. Guðmann byrjum hreyfingu. Fær hann að Júræ sem í hólunni. Júræ með erfiða sendingu út til hægra Hrannar sem beint út af. Þetta var erfitt en hugsunin var góð. Hugsunin var góð. Geir pressin á Kristoffer. Geir duglegur vinnu boltan. Frábærlega gert. Nú þurfum að fylla á boxi. Geir með fyrirgjöfina á fjær. Þar engin mættur en Júræ vinnur hann. Og þeir hreins í burtu HK og hún hittir á mann og nú koma þeir 3 á 2. Nú fáum við skyndisókn í baki á okkur. Sveinn Aron reynir sendinguna inn fyrir, hún tekst fyrirgjöf sem Ræko handsamar. Þetta akkurat, þarna liggur hættan. Kristján, þeir koma þetta 3 á 2 en vel gert hjá strákunum að halda sinni dekningu og þetta fór sem fór. Fór sem fór. Og Árni Arnarsson eflaust hérna vildi hafa gert betur þarna. Já. Hér kemur Hrannar. Það nógan tíma með hann hérna. Við fáum alla tíman í heiminum okkar vatarhelming. Þeir eru ekki ennþá fattir að sækja út úr gröfunum, allavega fattir að pressa okkur. Þannig að við getum spilað honum alveg rólegir í öftustu línu, það styttist í hálfleikinn. En alltaf greinlega að beita skyndisóknum eins og við fengum að sjá hérna rétt á hann. Jep, 1-0 fyrir KA staðan fyrir það sem er að koma á skjánum. Kemur Ásgeir og flikkar honum áfram og boltinn kemur hérna bara beint til okkar. Oj, kemur orðið inn á. Lendi í dekkjun á skæraliftun okkar. Vonandi í lagi myndtökumanninn. Við vitum ekki betur. Við vitum ekki betur. Hrannar með innkast á bróður sinn. Hallgrím. Hallgrímur aftur á Hrannar. Hrannar getur tekið menn á hann vill. Og Hallgrímur með hann. Eru tveir bræðurnir út á kantinum og vantar kannski smá aðstoð. Hrannar býður sig. Finnur Almar. Almar inn fyrir á Hallgrím. Og nú verður baráttum boltan. Hallgrímur tekur hann niður. Vá, skemmtilega gert en Hrannar dæmdur rangstæður. Þetta var virkilega vel gert. Þetta var virkilega vel gert. Þetta hefur verið sentimeterspursmál rangstæðan. Túfa að benda okkar mönnum á halda einbeitingu síðustu mínútuna í fyrri hálfleik. Það er komin á 44-50 sekúndur á klukkuna. Og síðast tækifæri HK til að jafna fyrir leikhlé. Engin uppbótartími víst ég veið, engin meiðsli. Engar skiptingar. Almar missir á boltanum en vinnur hann aftur. Finnur Júræ reynir að finna Hallgrím. Sendingin slök. Og Jökull kemst inn í sendinguna. Jökull á Sveinn Aron sem fær Guðmann og það vill enginn fá, fær Davíð fyrirgefið bakið. Og þá er Júræ sem sækir hratt. Þetta er sennilega síðasta sókninni fyrir áleika við á að giska. Hallgrímur, Júræ. Aftur á Hallgrím, Hallgrímur aftur á Júræ, skemmtilega spilað. Flott spil hann þeirra á milli. Nú eru 2-3 á teiknum á KA. Júræ búinn að fara tvisvar með teitt áður í leiknum. Kemur boltanum fyrir, vel gert hjá Júræ út á Almar. Almar yfir á Elvar. Ég held að við myndum fá hjólaspinnu þarna. Já, og Hallgrímur er að koma sér skotstöð. Alexander. Hann rannar út í hægra megin, kemur eftir önnur fyrirgjöf. Hún er ágæt en Arnar gerir vel í markinu og handsama knöttinn. Dómarinn Jóhann farin að líta úrið. Þetta var skemmtileg sóknaruppbygging á KA, mjög vel gert, mikið af sendingum og fá touch. Menn gáðu sér tíma, voru rólegir. Já. Yfirvegaðir, skulle ég segja. Mjög yfirvegaðir. Kemur löng sending, hann ætlar ekkert að flauta af strax. Alexander vinnur 100. skallabolt sinni í leiknum og hann kemur hálfleiksflautið. 1-0 staðan í hálfleiknum. Kristján, hvernig hefur litist á þetta hjá okkar mönnum? Mjög vel, þetta byrjaði tiltölulega rólega, ertu ekki sammála því? Jú. Svo vinnum við okkur betur og betur inn í leikinn. Frábært skallamark hjá Guðmanni. En hérna HK, þeir hafa nú sótt hratt á okkur, áttu hérna stangaskot og komist svo inn fyrir það sem að Árni Arnarsson hefði örugglega viljað gera betur. Já, heldur betur. En það er einmitt það sem hættum að liggja sennilega hjá okkur að þessar skyndisóknir HK-manna, en við höfum líka áframhald á þessu sem var á HK-leiknum, nei, leiknisleiknum er að við erum að skapa okkur flott færi. Við erum að skapa okkur flott færi, það er rétt og hérna, hvað var að segja, erum rólegir og yfirvegaðir á boltan og gefum okkur tíma. Þetta er lítil pressa sem við fáum frá HK-ingunum, en við ætlum að fara að fá okkur kaffi. Heldur betur. Og við sjáumst eftir 12 mínútur rúmar í seinni hálfleiknum. Hvað gerir Ævar? Hann er kominn á endamörkunum hérna, hann tekur skotið og það er varið og hann er frákastinn og skorar 1-0 hér á 4.50 mínútu þessa leiks. Ævar Ingi er búinn að skora 1-0 fyrir KA.
sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamarkinu hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik.
viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamarkinu hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamarkinu hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA.
áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Já, við erum velkomin aftur að skjánum, landsmenn góðir. Við erum ennþá á Akureyravelli, við erum ennþá að leik KA-HK og staðan er ennþá 1-0. Það eru það bil 15 sekúndur liðnar að síðara hálfleik og getið hvað það er komin markspyrna frá marki HK. Ekki fyrst og ekki síðast skipti leiknum sem Arnar Freyr þarf að spyrna boltann fram og beint á hausinn á Alexander Trinsits sem vinnur þessan. Elvar Árni með skemmtilega hægspyrnu á Hallgrím. Hallgrímur í baráttunni ennþá með boltann og svo setur Elvar. Elvar reynir að koma yfir Ásgeir, óeigjarn Elvar þarna. En HK bjarga á svo kallari síðustu stundu, ögur stundu. Þeir hreinsa frá, þetta er mjög slök hreinsun. Beint í Óla Nella boltasækjara. Tilbúin fyrir svona, Óli. Ég held þetta er bara eins og never-ending story hérna í fyrra hálfleik, eins og þú ert að lýsa. Það er bara svoleiðis, KM byrja síðari hálfleikina miklum krafti. Hérna hefði getað orðið dauðafæri úr. En ágætlega listi á vörn HK, Hallgrímur færa hann á kassan, reynir að senda hann á Júræ. Boltinn upp í Rjáfur. Upp á Greifa. Og Ívar Örn býst til að kasta og boltinn er skallaður á Hákon. Hákon sennilega búinn að koma mest í boltanum fyrir HK. Hrifinn á svo strák, Kristófer á miðjunni yfir og þeir finna Guðmund í vörninni og sem spyrnir honum fram á Hákon. Guðmann í bakkinn á honum, vinnur þennan bolta, ekkert dæmt á þetta. Spurning hvaða dómari, hvort það kom með nýja línu seinni hálfleik sambandi við skallaheiminn. Hann var allavega 3 gul spjöldi fyrir og öll út á skallaheimjum. Já, eða byrji eitthvað rólegra, ég veit það ekki. Já, en það er allavega innkast vel inn á vallarhelmingi HK. Mér sýnist hún Hrannar alltaf skokka á staðinn og taka það ekki. Jú, það gengur eftir. Hrannar getur kastað hann vel inn á teginn, fengum með mitt mark á... Jú, mark á móti... Leiknef eftir innkast. Elvar meðan Geir í teignum inn á. En þar var enginn. HK í hálfgerðri nöðvörð og hreinsa frá og lyfta liðinu sínu upp. Ívar fær pressa á sig. Maður hélt eitthvað væri að fara að gerast þarna. Finnur Hallgrím vinstra megin. Hallgrím finnst gott að vera hérna vinstra megin. Setur inn á teig. Þar er Ásgeir. Og svo! Og frábærlega gert hjá Hallgrím. Ásgeir óheppinn að ná ekki til boltans og Arnar Freyr handsamar hann áður en illa fer fyrir HK. Mikill kraftur í KM-unum upp á seinni hálfleiks. Sveimir það, við minnum ekki bara á Austurríki á móti Íslandi hérna, upphæði seinna hálfleiks. Já, heldur betur.
Honum að færi reyndar betur fyrir KN Austurríki. Alexander vinnur Sveinar, hann í skallabolta, þeir eru tveir saman, Júrai og Hallgrímur, báðir mjög leiknir með boltan. Hallgrímur reynir að finna Elvar, en frábær vörn hjá Jökli Elisabetarsson. Ásgeir í pressun á Arnar og Arnar leiðist til að sparka honum hérna langt fram. Ívar í skallaeinvíginu, vinnur hann og Júrai tími, en Kristófer Eggertsson duglegur á miðjunni, reynir sendi inn fyrir en Almar á undan í boltan, aftur á Guðmann. Vel gert hjá Almar þarna. Já, og Guðmann í lappir og Almar aftur, ég held að vera óvart reyndar, en Almar heyrður konuna, stungusending, vel lesið. Áfram heldur Almar, jæja. Hér kemur Hrannar í Almar fá hendi á varnarmann HK. Hrannar í baráttunni, heldur betur. Er þetta ekki aukaspyrna? Og við fáum allavega innkast. Já. Bæði lið vildu Það er aukaspyrnu. einhver pirringu núna í HK. Heldur betur, þarna var Ragnar Leósson, ég held að hann hafi reyndað 3 hopp upp í skallabolta móti Hrannari og vann hann aldrei. En Hrannar með innkastið, langt fram völlinn á Elvar, Elvar skattar hann inn Ásgeir, Ásgeir kemur boltanum fyrir, eða aftur fyrir raunni og markspyrna frá marki HK. Ótrúlegt það satt. Ekki svo fyrsta, Kristján. Og hér er Guðmann og Alexander, einhver vildi fá háskaleik, ekkert dæmt. Almar í baráttunni, Kristófer, boltinn berst hérna út til hægra af Ragnar Leósson sem næri ekki til knattarins. Ef gamla sandgriðan hefði verið þarna þá var lent í henni. Rétt. Ekki það við söknum. Frjálsíþróttavallarins gera það ekki. En hér kemur boltinn fram á Ásgeir sem er í baráttunni við Ragnar. Fyrirgefið, þetta var Elvar fyrirgefið. Hallgrímur með hann, finnur bróður sinn. Og Hrannar vinnur innkast. Ég held að, taka sjötta þarna yfir síður stúkunni. Innkastið tekið á Hallgrím og Hrannar með hann. Hrannar inn á Elvar sem fær hann á kassan með mann í bakkinu. Missar hann út á HK og innkastið. En það gerði Reynir Haraldsson, vinstri bakvörður HK ágætlega. Ég er ekki frá því að Elvar minnir mig pínu á Zlatan í augnablikinu þegar hann er að reyna að flikka honum svona áfram með hælinum. Já. Hann er búinn að gera þetta 2 og 3 svar. Og það er Guðmann í baráttunni við Hákon fyrir þéttingsfært í bakki hjá honum og aukaspyrna dæmd. Á fagmannlega málunum myndi að vera soft aukaspyrna. En rétt skal vera rétt. Og Reynir kasta boltanum á bróður sinn sem býst þér að taka spyrnuna. Nei, hætti við. Og það er hann Reynir Haraldsson, vinstri bakvörður. Hákon fjölmenna eins mikið þau þóra fram. Hákon fær hann á kassan. Hrannar rennur við. Guðmann, góð tækling á Guðmann. Þarna, ég myndi segja pínu heppnir. Hrannar rennur alls ekki vilji en hann lendir hins vegar akkurat undir manninum. Rétt, en Hákon virtist samt ekkert gera neitt tilkall sko. Nei, við sáum þetta einmitt í leiknum Ísland-Austurríki þegar Ari Freyr rennur og lendir akkurat undir manninum. Og Austurríkismenn gerir tilkall til að fá víti en fengu ekki. En akkurat. Hér er Alexander í pressunni á Jökul Elisabetarsson. Jökul vandanum vaxir. Það sem er vígalegur með þessa klippingu. Jep, og boltinn inn á Rækó, sem grípur hann Rækó. Á teginn í dag, vel gert hjá Rækó. Öryggi uppmála sem fyrr. Já. Og Rækó sparkar út í, það er ekki oft sem við sjáum að sparka út. Sparkar langt. Og þetta er vel gert hjá Birki, fyrirliða HK skallan í burtu. Og Alexander kemur honum Ívar. Ívar og Júrai og Alexander. Hún er ekki ánægð með þetta. Nei, fengum að heyra þetta Serbnes blótsýrði. Og það er aukaspyrnu, hann er verið að passa hann á gulu spjaldi. Jökull vill fá annað gult spjald. Alexander verður að passa hann á gulu spjaldi og spurði hvað Túfa gerir. Túfa var klókur mútið leikni þegar Ívar var komin á gult og hérna komið gult spjald og hérna kippt honum út af. Já, gult og svo kallar jafnvel tiltal. Já, hann var eiginlega komið með appelsínugur. Já, hefði ekki. En Baldvin Ólafsson kom þá að leist hann af, gerði vel og hérna átti sinn þátt í marki hjá Halldóru Hermanni sem nei, herðu. Það er Ásgeiri kippt niður. Já, þetta var ekki ásendingur. Já. En dómarinn virðist vera að höndið ágætlega. Við eigum aukaspyrnu í öftust í vílínu.
Það fjölgar líka í skotastúkunni jafnt og þétt í seinni hálfleik. Sennilega einhverju sem hafa verið að kjósa. Já. Davíð með slakar hreinsun og þetta er bolti Sveinn beint inn á Svein. Guðmann til varnar, Sveinn reynir að fara vinstri löppina með skot sem er rétt framhjá. Þetta var snyrtilega og vel gert hjá Sveini. Já. Mjög góð tilraun hjá honum. Heldur betur, mér fannst það vera á leiðin inn frá okkur síðan þetta sitja svona þannig á völlin en Rækó virtist vera með allt á hreinu. En aftur sjáum við þarna mistök í sendingu í öfturstu línu sem að kostar okkur færi á okkur. Þarna, við gefum ekki færi á okkur í venjulegum leik en þegar koma mistök þá auðvitað koma færin. Og sem betur fer þá hérna var okkur ekki refsað þarna. Já. Kemur markspyrnan fyrir ekki við. Nú er Alexander Hírmur á vellinum, kemur hann ekki að þanga bara, jú. Rækó með langa spyrtu beint á Alexander sem er A-leit. Flikkar hann áfram. Flikkar hann á Ásgeir en Ásgeir er ekki til hans. Það er Kristófer í baratunum við Alexander. Það kæmi mér ekki óvart Kristján ef að þeir myndu núna fara reyna að sækja þetta seinna góða spjald á Alexander. Já. En þetta er vel gert hjá Ásgeiri sem að helli með helsendingu. En hún er aðeins og flókið. Elli duglur og vinnur hann aftur. Elvari með hann, finnur Hrannar hægra megin. Nú er fullt af mönnum inn á teiknum, Hrannar með frábæra fyrirgjöf. En þeir bjarga og Kristófer hreinsa síðan langt fram. Þar kemur Hákon í baráttunni við Davíð. Fín fyrirgjöf þarna hjá Hrannari, en vel varist hjá HK. Heldur betur. Sendingin aftur á Rækó. Og Rækó öruggur. Og þarna loksins vorum við farnir líka fjölmenna inn í teik sem kannski við vorum ekki að gera í fyrra leik. Heldur betur, Guðmann. Heppinn þarna Brýtur Guðmann. sennilega, já, brýtur þarna á Svein. Og fær sennilega gult eða hvað. Guðmann ekki sáttur þetta spjald, hann vil meina hann hafi farið í boltan þarna. Já. Já, hér halda menn heldur betur skiptast á orðum ef ekki að setja það svoleiðis. Já, menn eru ófeimnir að láta sína skoðun í ljós hérna. Heldur betur, en HK á aukaspyrnuna og Guðmann fyrir svörtubókina. Já, Guðmann fyrir svörtubókina. Þetta leit ekkert vel út, kannski dómarans frá séð, en Guðmann hefur samt ýmislegt sín smál svona að færi í boltan. Sammála því, Óli. En staðan er ennþá 1-0 fyrir KA og hér kemur sendingin á tegin, Guðmann skalla frá og Ásgeir sparkar honum hátt í loft upp, svo hátt og Kristófer missir á honum, Hallgrímur, vel gert hjá Hallgrími sem finnur Júræ og nú Júræ kemur hann 1-1 á Jökul. Júræ gerir vel eða hvað, nei, missir boltan, en heldur pressuna áfram, vel gert hjá Júræ og þeir neyðast í neyðarlosun, Alexander inn fyrir. Og þennan bolta eigum við, kemur hérna beint til mín, ég tek hann inn á fótur á Ívar, já, frábær sending hjá mér. Ívar vildi reyndar ekki taka við henni. Ég er sammálalið, þetta var snyrtilega gert hjá þér. Já, takk. Komst þú nú hratt í leik? Já, Júræ á Hallgrím er að finna Ásgeir á undan og vel gert hjá Ásgeir að taka sér stöðuna og bara ekki góðum skalla. Og ná líka bara skallan, þetta var erfitt færi. Heldur betur. Spurning hvort við fáum leiktíma hörður. Já, það er rétt 11 mínútur liðnar hérna í seinna leik. Já, 57. mínúta. Gott ef þetta ekki 4. eða 5. markspyrna hjá HK. Já. Og staðan er 1-0 fyrir KA. Arnar Freyr með markspyrnu, hún er út af þessi. Já. Fór í liftun okkar. Einu skemmtilegt. Ég skil ekki alveg, þú ert að tapa 1-0 sko, hendur frá sem að segja að tefja sko. Já, þetta var einkennilegt. Ég sérstaklega út að tapa sko. En Ívar með langt innkast á Elvar. Elvar í baráttunni við Jökul, Jökul vinnur þetta skallabolta en beint á Alexander. Alexander skallar hann inn á Júræ, vel gert hjá Júræ. Og Elvar er með hann. Elvar gefur sér tíma að finna mann. Setur hann beint yfir á Hrannar og fáum aukaspyrnuna. Þetta er nátt. Og hann að rekast hérna á dómarinn og Árni Arnarsson. Fá aukaspyrnu hérna á ágætir stað. Spurði hvort við fyllum ekki mönnu eða boxi eða mönnum, ekki mönnu eða boxum. Já. Svo spurning hvort við fáum ekki að sjá eitthvað beint af æfingasvæðinu núna. Já. Davíð skokkar hérna áfram. Davíð, Alexander og Guðmann allir gríðarlega sterkir í loftinu og Elvar náttúrulega líka, má ekki gleyma því. Við erum með góða skallamenn. Og hér kemur sendingin, hún er á... Elvar með hæl spyrnu. En mér sýnast nú að fara í... Dæmdur brotlegur eða? Nei, ég held að hann hafi nú bara verið óvilja verk jafnvel í fermingabróðurinn á... Já. Hvað er þetta? Þetta er hann hérna...
Ragnar Leósson sem leikur syns mér. Nei, ég sé það nú ekki nákvæmlega hver það er. En Elvar var með svona smá Já. Zlatan takta hann inn í teig. Já, og Arnar þurfti að verja, þetta er tilraun á markið. Elvar Árni ansi líflegur hérna í seinni hálfleik. Heldur betur. Alltaf leikmaður sem gefur sig 100% í þetta. Já. Fór kannski lítið fyrir honum í fyrri hálfleik en hann var engu að sér mjög duglegur. Hann er að koma sér í fleiri færi hérna í seinni hálfleik. Hann þefaði upp í strákurinn, þetta er markaskorur að guðsnáð. Hann fær aðhlynningu strákurinn. Og ég held að sé nú bara hreinlega pungurinn Kristján. Þetta er ekki gott. Nei, og það er alveg lítið sem að sjúkraþjálfarinn virðist geta gert fyrir hann. Þó hún sé öll að vilja gerð. Þetta er að sjálfsögðu Árni Arnarsson sem leikur. Vonum að sé í lagi með hann, jafnir sér fljótt. Það þarf að víkja velli. Já, þetta er svona einhver nári lífbein þungur. Mér sýnist hann að gefa merki að hann ætla að halda áfram. Já. En hann þarf vissulega að fara út af. Og þetta er... Hann tekur sinn tíma í það. Já. Við fáum dómara spark. Tempo í þetta kallar Túfa. Arnar sleggur hann niður, Elvar kemur strax í pressuna. Þetta er leikar sér eldinn hann Arnar. Beint á hausinu á Alexander í baráttunum við Svein. Og þeir fara báðir upp í skalla en þeir kvenka sér eitthvað í löpunum. Já, þeir kvarta báðir. Og hér kemur langur bolti fram, Ívar í skallan. Davíð að benda línuverunum á að hann hafi ekkert verið að hugsa boltan. Nei, hann hafði einfaldlega hlaupið inn Ívar og ég verði að vera að sammála Davíð þessu. En það kemur innkast hjá HK. Það er hann Teitur sem ætlar að kasta inn. Og hann kastar hann langt fram á Svein Aron. Sveinn er búinn að vera gríðarlega vinnusamur í skallaboltanum. Það verður að gefa frammerum HK kredit fyrir það lítla sem hafa verið að móða þeir hafa reynt að vera duglegir. En hér kemur Ragnar Leósson með slaka sendingu inn fyrir beint í hendur á Rækó. Kort er liðið hérna seinni hálfleik, hálftími eftir. Hálftími eftir að þessum baráttuleik. HK liggja enn tilbaka. Davíð fær pressun á sig, finnur Guðmann afturstu línu. Og Guðmann yfir á Hrannar, þetta er ekki góð sending en Hrannar gerir vel. Almar, Guðmann aftur, við erum að leika okkur að eldinum. Nei! Rækó vel á verði. Nú þurfa menn að einbeita sér aðeins. Spurning hvort að Guðmann hafi ekki farið all-in þann innan því hann er á gulu spjaldi. Það er spurningin. Alexander með boltan á miðunni. Við slipum með skrekkinn þannig. Heldur betur. Hallgrímur á Almar. Almar tilbaka á Guðmann. Guðmann út hérna á Ívar, frábær sending. Ívar strax á Júra, Júra með tíma. Júra, Alexander í lappir. Alexander aftur á Davíð. Við erum með liðið framalega núna. Stuðningsmennin taka við sér í stúkunni. Hveitja sitt lið áfram. Hallgrímur rennur hérna. Engu á síður ágæti sending yfir á bróður sinn. Sem næra Halldórum inn á. Vel gert fyrir Rannari. Krossar honum og svo! Og missar hann Elli með hann inn á tegnum! Frábær markvarsla hjá Arnari þarna. Elvar þvílíkt vel gert. Hann notaði Elli allan skrokkinn til að koma nú á markið. Og markvarsla var hreint útsagt frábær. Ásgeir út á Alexander, hann getur skotið. Alexander með skotið rétt framhjá. Rétt framhjá. Þetta var dauðafæri, Kristján. Já, við verðum að hrósa Arnari Freyja Ólafssyni. Hann varði virkilega vel þarna. En fyrirgjöfin góð og Elli vissi að hann myndi missa af honum. Tók sér stöðu og kom honum laglega á markið en Arnar varði vel. Hann las rétt hvert Elli myndi skjóta. En hér kemur markspyrnan og Alexander upp í skallaboltan. Vinnur hann. Nema hvað, Hallgrímur snýr, tvo í sér. Rennur til. Vill fá aukaspyrnu. Fær ekki. Davíð á undan hérna. Kemur Júræ í baráttunni við. Já, vel gert hjá Júræ. Og inn á Ásgeir, frábær bolti. Ásgeir með gott hlaup eins og venjulega en Arnar er búinn að vera... Hálfspritt frá því að ná honum Arnar vel á verði og nú þurfa menn að skila sér í stöður, sýnist mér.
Ragnar gefur hann hérna tilbaka á Kristófer. Kristófer út á vinstri bakverðin. Kristófer aftur með hann og Jökull. Jökull skiptir yfir á fyrirliðan Birki Val. Birkir út á Teit. Teit fyrir meðan finnur Jökull í lappir. KM liggja hans tilbaka núna. Koma sér í stöður. Nú sýnist mér Hallgrímur vera komin á hægri. Elvar í hóluna. Virkilega vel gert hjá Guðmanni þarna. Frábærlega gert og nú komum við. Hallgrímur með tíma á boltan, það finnst honum ekki leiðilegt. Hann er með Júra og Ásgeir í hlaupunum inn í teig og Elli kemur í hugmátt á eftir. Grímsi gerir vel. Kemur honum inn í á fjarstöngina. Og spurningu, aðeins svo langur fyrir Júra. Elli kallaði þetta á hann líka. En þetta var ágætlega gert hjá Káa. Fín tilraun, meira af þessu. Nú þurfum við þetta annað mark Kristján til að drepa leikinn. Sammála því og líkt og þú bentir á í fyrrháleik, sigurháleik, þetta byrjaði allt saman með gríðlegri vinnu sem í vörninni. Við unnum boltan og komum hann fram. Heldur betur, Guðmann gerði vel. Og þá kemur markspyrnan. Hún er stutt. En það er Jökull aðleit og enga press á sér en þetta gerir Alexander vel. En Kristófer sendir hann aftur í öftlinu og Guðmund sem verður hreinlega bara að sparka honum út af. Og Káa á innkastið sem að Ívar Örn Árnason ætlar að taka. Og Júra býður boltan. Elvar í baráttunni Teit, Hallgrímur, hvort hann sé á vitlausum tökkum eða eitthvað, hann rann hann aftur til en Almar með hann. Sendingin ekki góð, Teitur hreinsar hennan frá. Og Kristófer út á Árna. Reyni fyrirgefið. Davíð heldur í Hákon, þeir vilja fá aukaspyrnu en fá staðinn fyrirgjöfina og Kristófer í skotfæri. Alexander fyrir og boltinn skoppar, það lítur að vera rangstæða, já. Það var flaggar rangstæðu og dómarinn segir þeim að spila áfram. Fór hann aðeins hann. Það fór hann. En það var á Júra. Hann gefur hann á Hallgrím, ég sé hlaup hjá Hrannari hinum megin en það gefur boltinn þangað. Erfið sending, Hrannar gerir mjög vel. Og vinnur hann og vinnur innkast, Ragnar Leósson þarf að sparka út af. Gríðarlega vinnusamur hann Hrannar. Já, þetta var, ég sá hann koma hérna út undan mér upp hægri vænginn og gríðarlega ógna að fá hann alltaf upp í hlaupið. Hvort sem að fá alltaf boltan eða ekki, þá dregur hann alltaf menn í sig. Skapar hættu, innkastið Ásgeir. Ásgeir út á Almar sem róar aðeins niður eða hvað. Finnur Hallgrím í lappir, Hallgrím með Hrannar með sér. Fær í sig 2 menn, Kristófer sparkar út af innkast og innkastið er okkar. Hrannar tekur væntanlega innkastið, þeir bræður skiptast á boltanum hann af. Hrannar getur kastað hann langt inn í teig. Kastar hann stutt á Hallgrím sem er svolítið heitt. Þetta er skot á mark, Arnar þarf að verja hann. Já. En hann handsama knöttinn og hann dundar honum hérna út til okkar, upp til hægri. Það kemur Ívar í pressuna. Ívar kemst næst inn í sendinguna, Hákon og Davíð í baráttunni. Gefur ekki tónu eftir hann Davíð. Nei, og ekki Ívar heldur sem að fekk hann smá högg en stendur upp aftur. Davíð með hann, Ívar kveikar sér Harkar af sér, stendur strax upp. Almar með boltan, tíma á boltanum. Finnur Júra gegn Teit. Júra er búinn að hafa betur þeirri baráttu í dag, heldur betur. Og þeir tvímenn á Júra núna. Júra reyndi að finna Almar en sendingin aðeins ónákvæm. Alexander fær Sveinar henni skallaðin við þeirra á milli. Hákon og Júra, nei og Alexander í baráttuna. Dóm þarna. Dómar hann ekki sammála því. Almar vinnur boltan, Alexander er þreyttur síns mér. Hann er búinn að vinna ófáa skallabolt í dag. Já, ég veit ég ger mikið hugulegt hvað hann bara hoppa oft upp. En Elvar gerir vel hérna, kemur hann Hrannar og innkast reyndar HK fær. Vel gert hjá Reyni Haraldsinni í vinstri bakvörðunum hjá HK að vinna þetta innkast. Engin hreyfing á varamönnum Káa ennþá. Hvorugu þjálfarinn virðist að undirbúa skiptingu allavega. En talandi um skiptingar, sérðu einhverja skiptingu svona í kortunum? Ég sé alveg fyrir mér Ólaf Aron, Halldór Hermann kom inn á Pétur Heiðar. Við erum hérna með 3 öfluga miðjumenn á bekknum. Mér sýnist á öllu Archie er ekki að hita upp, hann hlýtur bara að vera meiddur. Hann hlýtur bara að vera eitthvað tæpur eða eitthvað. Hvort sem það fengi eitthvað í upphitun eða eitthvað svoleiðis. En hann er allavega ekki að hita upp með hinum. Alexander vinnur skallan og Kristófer sendir tilbaka hana.
Sveinn Aron fær boltan í lappir, hún finnst gott að vera með í löpunum. Og Jökull yfirvegaður á Reyni. Reynir missir hann frá sér á Almar. Og nú erum við svolítið opnir hægra megin. Elvar heldur honum inn á. Vel gert hjá honum. Finnur Hallgrím í lappir, Hallgrímur fær Kristófer í pressuna. Snýr á hann, vel gert hjá Hallgrím með skot. En greiðlega vel lesi á Guðmundi þarna. Bjargaði skot. Vörðust vel HK-ingar. En Alexander yfirvegaður, finnur Almar. Almar mundi á skotfótinn. Finnur Hrannar hægra megin, Hrannar getur krossað. Hrannar krossar honum fyrir á fjær. Það er engin mættur, Hallgrímur í skotstöðu. Lætur vaða. En þetta sleppur ekki gennum varnarmúr HK-manna. Og Sveinn Aron með boltan. Snýr Almar af sér. Ívar fer í Sveinn Aron, hann reynir sendingun inn, Davíð skallar frá en hann skallar ekki nægilega langt frá, þeir halda pressunni áfram. Þetta er Árni Arnarsson, Finnur Jökull Elísabetarsson, hann getur alveg skotið ef hann vill. Kemur hann inn á Svein en hann var ekki tilbúinn af þessa sendingu og Ræko handsamar hann. Smá miskilningur hérna hjá HK. Heldur betur. Já, ég sé fyrir mig kannski einhverja, sko, Alexander á gulu spjaldi og náttúrulega búinn að vinna gríðarlega í leiknum. En það er spurning hvort það séu mikið akkir að taka hann út, það er náttúrulega akkirðu okkar á miðunni. Búin að vera það, já, heldur betur hér í dag. Svo þreytumerki sé nú svo sem ekki á öðrum leikmönnum kannski alveg ennþá en þetta innkast á HK. Og svo er spurning með hvort að við gerum einhverja breytingar í uppstilinu. Guðmann er líka á gulu spjaldi, hvort að það hafi einhver áhrif. En þá höfum við Baldvin til að koma í bakvörð og Ívar til að koma í miðvörð. Ívar hefur spilað miðvörð áður. En hér er það HK með boltan. Sending inn frá Hákon sem að hangir í Davíð, en Davíð vinnur boltan vel. Ívar með tíma. Það er pressu núna og boltanum skilað fram, ekki nægilega nákvæmt. Jökull með boltan á miðunni. Finnur Sveinn Aron, nei, Guðmann út á Ásgeir og Ásgeir fær strax mann í bakið. Ásgeir nær að snúa á hann, vel gert í Ásgeiri. Skemmtilega gert. Og hann heldur áfram. Nú Hallgrímur út til vinstra megin, já, biður boltan, fær hann. Hallgrímur í einn af sínum uppáhaldsstöðum. Vel Nú gert vantar okkur bara mennin í teig. Og HK bjarga Hrannar. Og þeir henda sér fyrir þetta, Guðmundur hendi sér á baki fyrir þetta. Þetta var frábærlega gert hjá Ásgeiri til að byrja með, síðan Hallgrími og Hrannar gerði eins og vel og hann gat. Það er náttúrulega Það er aftur þessi vinnusemi í Ásgeiri sem að kemur þess að stað. heldur betur og svo sérðu Hrannar, hann er mættur inn á teginn í þessari skyndusókn okkar, hann er hægri bakvörður. Vel gert hjá Hrannari. Gríðarlega vinnusamur eins og við komum inn á áðan. Heldur betur. Og við höldum okkar sókn áfram með innkast, það kemur á Hallgrím. Hallgrímur tekur hann á kassan með smá tíma. Hrannar hægra megin getur krossað. Krossar, Elvar. Rétt yfir, þetta var hörkufæri, vel gert hjá KA. Elvar óbyrn að koma sér ekki að markið, Elvar leitar að markinu. Fín tilhörn hjá Elvari. Það er að færast meira líf núna. Heldur betur, það er að færast fjör í þetta. 20 mínútur eftir af venjulegum leiktíma hér í seinni hálfleik. Staðan sem fyrir 1-0 fyrir KA. Hér kemur útsparkið, Arnar eitthvað að þreytast í útsparkunum, þau eru ekki alveg að nákvæmum voru og við fáum innkast hérna. Ég er ekki frá því, Ívar hefði viljað fá sendingu hérna frá þér, Óli. Já, ég kannski, ef ég væri ekki með headphone á mér hafði ég staðið fór sparkanum til hans. Elvar í baráttunni, vinnur hana, Hallgrímur. Almar með tíma. Almar getur leikið boltanum, fær bakhrindingu en ekkert dæmt. Áfram segir dómarinn. Áfram segir dómarinn. Og Davíð. Baráttu milli Hákons og Davís. Já, Davíð gerir vel, Almar nú með tíma áfram. Með Elvar hægra megin og Júra vinstra megin, finnur Júra. Nú að það er að fylla á teginn, Ásgeir er á fjarstönginu, lúrur á fjær. Vil sjá Júra að krossa honum, nei, vel gert hjá Kristófer hérna, sýnist mér. Hákon gerir vel hérna með Davíð í bakkinu, nú er Davíð eitt gegn Hákoni. Hægir á sókninni, vel gert hjá Davíð. Já. Káað með góða pressu, Ívar, Davíð tala saman, já. Kemur Hrannar, fær hann hérna mann í bakkið og finnur Ræko sem er rólegur á boltan. Og Ræko spyrnir fram á Elvar sem að er haldið í en ekkert dæmt. Klafs hérna. Já, Elvar finnur Ekki kvartar Elvar, hann kvartar aldrei. Eiginlega aldrei, það er alveg rétt hjá þér. Elvar er sterkur strákur. Boltan inn á Ásgeir, Ásgeir heldur að hlaupa. Þetta sé ekki brot, jú. Já, hann flaggar, það er alltaf dæmt á sóknarmanninn. Alltaf dæmt á sóknarmanninn, hann nýtur aldrei vafans í þessum aðstæðum. Heldur betur ekki, og það er skiptingi HK og mér sýnist þér að gera skiptingi á KA fljótlega líka. Halldór Hermann er að gera sig kláran á KA en
Það er skipt ekki að HK inn á kemur leikmaður með 23 Ágúst Freyr Hallsson og út af fer leikmaður nú með 5 eða hvað Guðmundur, nei sé ekkert hver er að koma út af. Er það Hákon? Nei, hann er kannski bara að fá sér vatn. Hann er að fá sér vatn með þyrstur. Já. Hún er vinnusamur. Það er leikmaður númer 20. Leikmaður númer 20, Árni Arnarsson. Hann var á gulu spjald og tók einhverja bilt á hann, þannig að hann er kannski eitthvað að kvenka sér. Akkurat. Fínn leikur hjá honum í dag. Já, já. Og Halldór Hermann er klár, minn sínst þú falla að bíða reyndar aðeins með skiptinguna. Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir hverju hann tekur út af, hvort hann taki Ásgeir út af. Hann gerir það í síðasta leik, þá kemur Dóri eða Halldór Hermann í hóluna. Ásgeir náttúrulega er ennþá svona, hann misti hans undirbúrstímabilið, síðasta hluta undirbúrstímabilið vegna meiðsla sko. Og eitthvað smá meiðsli voru nú hrjá hann hérna í byrjun móts. Akkurat. Þannig að hann er kannski ekki alveg heil. Orðinn 90 mínútur maður. Nei, en við bíðum bara spenntir og sjáum hvað Túfa okkar gerir. Hinn Túfa við tröst, sagði einhver. Hér kemur markspyrna frá Arnari. Hún er löng og Guðmann fer upp í skallaboltan og Guðjónsson á móti honum. Guðmann vinnur hann og nú fer að Hrannar upp í skallabolta. Nei, Hrannar er klókur. Hann beið bara rólegur. Les leikinn vel. Og hér kemur sending fram á Elvar. Dæmt á Elvar, háskaleikur. Já. Nú kemur skiptingin á Túfa. Káa væntanlega. Það er leikmaður númer 10, Júra Grisel, sem víkur af velli. Júra er búinn að vera duglegur í dag, búinn að hérna flotta krossa. Og þá kemur Hallgrímur út vinstra megin og ég myndi giska Halldór Hermann sem skoraði ekki Leikni kæmi í hóluna. Tímavörður. Já, það er rétt tæpur hálftími liðin hér í seinni hálfleik, korter eftir. Korter eftir að leiknum. Ég ekki segja bara að Halldór Hermann skori. Líkt að gera á móti Leikni í seinumstöðumferð. Það væri nú eitthvað að Halldór Hermann myndi skora 2 leikjum í röð. Gríðarlega vinnusamur og duglegur leikmaður Halldór Hermann. Gaman að horfa á að spila. Gefur sér 110% í hvern einasta bolta. Ég kemur löngsendingu inn. Guðmann vinnur þetta. 1 gegn 2. Og langur bolti fram. Eins og ég segi, ég kalla eftir öðru marki frá Káa til að klára hennar leik. Já, það verður við strax rólegri. Já. Hættan hjá HK er heldur betur til staðar. Þeir eru snöggir upp. Við vitum hvernig fór. Þó mér leiðist að rifjað upp gegn HK í fyrra í kórnum þegar þeir skoruðu 2 mörk í uppbótartíma og unnu okkur 3-2. Það líka maður fá enn martrar að rifja þann leiku. Heldur betur. Maður var í kórnum og sá þetta gerast. Já, hér kemur boltinn fyrir. Þar var bara Arnar Guðjónsson sem að tapaði skallaboltan gegn Davíð. Það kemur önnur fyrirgjöf, hún er ágæt. Alexander í baráttunni. Alexander gerði vel þarna. Og Ívar hreinsar vel gert við Ívari. Fram völlinn. Já, og nú hlýtur að koma spjald eða hvað. Ívar liggur eftir samskipti við Kristófer. Og mér finnst að það fengi högg þarna á legginn eða ökklan. Og við fáum þarna aukaspyrnu. Ívar heldur áfram, Ívar grjótharður. Harkar þetta af sér. Heldur betur. Þetta er skemmtilegt bakvarðapar hér í dag. Ívar og Hrannari. Heldur betur. Kemur langur boltur á Davíð. Á Elvar. Elvar með Brynjar í bakkinu. Og þeir hreinsa fram. Sveinn Aron nær ekki að taka boltað með sér og finnur Halldór Hermann sem finnur Ásgeir. Gott hlaup hjá Ásgeir, Ásgeir 1 á 1. Ásgeir gerir gríðarlega vel. Hann er kominn í gegn! Já! Ásgeir Sigurgeirsson er óstöðvandi, Kristján. Þetta var svo virkilega vel gert hjá honum. Ég held niður mér andanum, ég vildi ekki segja neitt. En þetta var frábærlega vel gert. Og hver annar en Halldór Hermann með stóðsendinguna? Með stóðsendingu. Það er næst besta við mark. Heldur betur. Frábærlega gert hjá Káa. Hvort að við fáum ekki endursýningu af þessu. Hér kemur sendinginn á Ásgeir. Ásgeir á helling eftir, tekur hann glæsilega og klárar með vinstri fæti. Þetta var eiginlega ekki búinn neinu, Kristján. Sammála því, þetta var eiginlega ekki búinn neinu. Og hann á hellingsvinnu eftir hann Ásgeir og gerir virkilega vel. Heldur betur. Gaman að sjá Ásgeir skora. Annar leikurinn í röð. Já, þetta var ansi athyglisverð með hákvæði spörk og í hvern annan og Káa vann boltan. Ásgeir gerir vel, fær heldur betur. Þetta er ljóttækling og Ásgeir er ekki sáttur með þetta. Nei. Ég skil hann vel. Ásgeir væntanlega fær gullspjald fyrir. Ráar. Já. Guðmann verður að passa sig líka, hann er á gulu spjaldi.
En Jökull fær væntanlega spjald þarna. Þetta var ljót tækling, Kristján. Nei, já, heldur betur. En Geiri hins vegar þarf að vera miklu klókari. Hann á ekki að stökkva á lappir og elta mannin því að hann fær pottitt guldspjald líka. Já. Það er spurning hversu marga hann spjaldar, hvort hann takir svo kallega raðspjöldun. Dómarinn reyna að ráa leikmenn. Guldspjald á... Er þetta ekki leikmann nr. 5 sem hann líka að fá? Eða... Væntanlega Það var leikmaður 23 varamaðurinn Ágúst Freyr Hallsson sem átti held ég þessa skrautlega tæklingu og fekk spjald. Það er engin annar sem er að fara í bókina. En hann er væntanlega ekki að spjalda Guðmund Þór Júlíusson, leikmann nr. 5. Hann var á gulu spjaldi. Hann er á gulu nefnilega. En ég verð að viðurkenna, Kristján, að það kemur óvart að Ásgeir fari ekki í bókina fyrir þetta. Almar og Jökull ræða málin ennþá. Báðu við mikla ástríðu fyrir leiknum. Það er Hallgrímur sjálfur sem ætlar að spyrna þessum. Nú þarf að KM að halda haus. Halda haus. Við erum 2-0 yfir. Og gulu spjöldin telja þegar líður á móti. Hér kemur spyrnan. Hún er á hausinn á Dóra. Elvar með misheppnaði tilraun. Þetta er metnaðarfull tilraun. Já. Skulum orða það þannig. Og hér kemur skiptingi á HK. Út af fyrir leikmaður númer 8 Ragnar Leósson. Og inn á kemur leikmaður númer... Já... Er þetta Fannar Freyr? Fyrrum leikmaður Káa? Nei, þetta er Eiður Gauti Sæbjörnsson. Já, Eiður Gauti Sæbjörnsson að koma inn á. Þeir eru að bæti í sóknuna HK. Enda 2-0 undir. Og hér kemur markspyrnan. Hún fer á hausinn á Almari, Almar vinnur þennan skallabolta. Margur í Knárþór sér smár, Hallgrímur í baráttunni og Elvar skattar hann á Hallgrím. Hallgrím er 1 á 1, hann elskar þetta, tekur hann á með boltan. Þetta var bara fín tilraun hjá Grímsa. Vel gert hjá Grímsa. Ekkert af þessu, meira af þessu bara. Ég veit hann er fann að leita markinu kallinn og hann færist alltaf nær og nær. Og ég held að þetta sé nú hið klassíska, leið og hann skorar þá held ég að mörkin fari nú að koma í hrönnum. Heldur betur, ekki í hrönnurum samt. En það er markspyrna, ekki svo fyrst af. Og Guðmundur kallar sína menn áfram, HK. Markspyrnan er Hallgrímur fyrir skallabolta á Jökull og síðan Dóri í baráttunni. Jökull er með boltan á miðjunni, fær tíma á hann. Ásgeir duglegur, djöfull hefur hann hlaupið í leiknum. Og hann vinnur hann nokkur innkast sem að Hrannar tekur og ég giska við reynum að taka smá tími í þetta. Jóhannes Karl Guðjónsson með ansi athyglisverða tilburðið hann á bekknum. Við ákváðum að kasta honum yfir Hrannar. En Jó og Kalli orðinn bara eitthvað pirraður. Já, við látum ekki á okkur fá. Síðan Baldvin Ólafsson gera sér tilbúin að koma inn á. Það er spurning fyrir hvern. Hvort hann sé að fara að taka annarkvæmt bakvörðun út af eða hvort hann sé að fara að gefa Guðmanni pásu upp með spjaldið sitt. Arnar handsamar knöttinn í marki HK. Vert í stöðunniðinni, kallar Jói Kalli. Já, heldur betur. Hér kemur hárbolti Ívar, fær mann í baki, ekkert dæmt. Ekkert dæmt á þetta. Nei, og Elvar í skallaboltanum og baráttan mikil á miðjunni. Almar vinnur hann, Almar búinn að vera gríðarlega duglegur á miðjunni í dag. Við fengið tróttið tíma á boltan, við viljum það. Alexander með skiptingun yfir á Hrannar. Hrannar gerir vel, reynir að koma á Ásgeir en já, þeir vinna hann aftur KM-menn. Elvar inn á teignum. Hrannar með 2 í sér. Tekur 2, 3 á og... Vel gert hjá Hrannari og nauðvörn. Ásgeir heldur honum í leik og boltinn fyrir markið. Grímsa fjær, en við fáum hérna hotspinnu. Heldur betur, ávæntanlega, jú, þá kemur skiptingin. Nú er spennandi að sjá. Hrannar kemur út af, Hrannar búinn að hafa góðan leik. Hrannar er búinn að hafa mjög góðan leik. Hún langar að skora, ég veit það fyrir víst. Ég eitt smá stund í Fraklandi með Hrannari og hún dreymir að skora. Það var nú ekkert fjarriði hérna áðan. Heldur betur ekki. Baldvin Ólafsson var líka sprækur þegar hann kom inn á fyrir Ívar í seinasta leik og spilaði sem vinstri bakvörður. Heldur betur, það er gott að eiga þessa frábæru menn á bekknum. Varamennir hjá KA hafa gert mikinn gæfumun í sumar í þessum leikjum sem það kom inn á. Breiðan og góðan hóp.
hér kemur hotspinna frá Grímsa, við erum búin að skora eftir eina slík í leiknum. Guðmann kemur í hlaupið á nær, hún er á hausinn á Guðmann, en hann nær ekki til boltans. Halldór Hermann með skott, en það er yfir markið. Fín tilraun. Nú vil ég sjá tíma. Já, hvernig liði tímanum? Það eru 38 mínútur liðnar hér í seinni hálfleik. 7 mínútur eftir, að venjulegum leiktíma. Það verður nú væntanlega eitthvað bætt við. Heldur betur, staðan er 2-0 fyrir KA, 7 mínútur liðnar, 7 mínútur eftir að leiknum. Hér er boltinn, hann kemur til mín, Nei, næ honum ekki. Ívar verður að fyrirgefa með það, ég ná ekki þessum bolta. Og við höfum innkastið. Boltinn kemur langur inn á Elvar Árna. Elvar Árna með mann í bakkjunu, gerir vel, reyna að ná hann niður fyrir Dóra. Guðmundur í smá vandræðum vörðinni, það er að hreinsa hann beint að Ásgeir. Hann skýtur. En varnarmaðurinn blokkaði þetta skot, Hákon nær að taka niður, nú er hætta á ferðum. Hákon kemur honum út á Kristófer Eggertsson. Og Kristófer upp í hornið á varamannin Ágúst Frey, sem var sendur hann fyrir. Og hér er tími og Guðmann gerir vel. Snyrtilega gert hérna hjá Guðmanni. Já, yfirvegaður. Pollrólegur. Rajkovic klár í markinu. Neglir honum fram völlinn og á hausinn á Elvar Árna sem er í baráttunni. Vel gert, já. Elli náði ekki alveg góðri móttöku en hann steig mannin út, vel gert hjá honum. Og kemur sendingin inn fyrir Baldvin eldir, sendir hann tilbaka á Rajko og Rajko losar hann fram. Já, út af. Reynir les síni gamla takta í móttökun á bekknum. Myndi bara þig hérna í þessi 2 skipti sem þú þurft að... Heldur betur og það er Ásgeir Sigurgeirsson, markaskorarinn sem er að fara að velli. Og inn á kemur leikmaður númer 15, Ólafur Aron Pétursson. Ólafur Aron svokallega fan favorite hjá mörgum. Á sitt eigið lag og annað í stúkunni. Tæklar 1 og tæklar 2, Ólafur Aron Pétursson. Skotmaður góður. Já, mjög góður, mjög sparkvistur drengur. En Háka á innkastið, á vata mikið og með þessa vinnusemi sem svo margir í KA-liðinu hafa. Betur, Aron vinnur fyrsta boltan sinn hérna strax. Baldvin kemur fram á Elvar sem er ríghaldið í. Og hér er mikið baráttum boltan og jú, það er flautuaukaspyrna. Halldór Hermann gríðarlega duglegur þarna. Jökull liggur, vill fá eitthvað fyrir, hann er ekki svo standa á lappir en það, þeir eru að tapa 2-0. Baldvin vinnur hann og Almar á Halldór á Elvar en Jökull kemst á milli. Losar hann fram, Guðmann fær mann í bakki þarna. Og þetta er, athyglisverð sending tilbaka, við fáum aukaspyrnuna, Guðmann fær aukaspyrnuna. Og það kemur skipting, þriðja og síðasta skipting, Háka í leiknum. Og það er leikmaður... Hver er að koma að velli? Það er leikmaður með 9, Kristófer Eggertsson sem víkur að velli. Búinn að eiga fína leik á miðjunni í HK og inn á kemur leikmaður með 3, Hinrik Atli Smárásson. Spurning hvort það reynir. Grímsi gerir vel. Fær 2 menn í sig. Já, bendir dómarinn kurteislega á það að þetta sé aukaspyrna. Og fær hana. Hákangurinn játar þetta á sig, segir þetta byrjaði miklu ofar. Það hefur nú aldrei þýtt að deila við dómarann. Heldur betur ekki, en Hallgrímur ætlar að taka þessa spyrnu. Hann stillir upp vegnum Arnar og byrjum á dómarinn að flauta. Við erum með stóru mennin á boxinu og okkur langar í meira. Margur vill meira. Við erum Ólaf Aron líka í sníkjunni fyrir utan, mér líst vel á það, sérðu. Kemur boltinn. Ég hélt í smá stund að hann var að fara að detta inn. Þetta var ekki galinn tilraun hjá Hallgrím. Alls ekki. En boltinn þarf reyndar að vera kjurr þegar menn taka markspyrnu. Já, hárur rétt á dómara leiksins. Rétt skal vera rétt. Já. Snyrtilega gert hjá Grímsa. Já, virkilega skemmtilega gert. Ég get ekki gert á að fengja 100 svona tilraun. 3 mínútur eftir. Segjum 2. Velum leiktíma, 2-0 fyrir KA. Ég kemur markspyrnan. Og það er Alexander
í baráttunni en hann vinnur þennan ekki en það er Ívar sem vinnur seinni boltan, Jökull með tímaboltan, Dóri kemur í pressuna vel gert hjá Dóra, kemur langur upp í horn á Hákon, Davíð Rúnar á undan og gefur innkast. Eina rökrétt í stöðin að gefa innkastið þarna. Og það er leikmann númer 15, Teitur Pétursson, hann er búinn að kasta þeim nokkur mínútur, hann getur kastað vel inn á teiginn, hann tekur langt tilhlaup og hér kemur innkastið, það er langt inn á teiginn, Alexander fyrir skallaboltan og þetta er skallaburtu, vel gert, Jökull, skallar til Gríms eltir. Þurfum að losa okkur út úr þessari pressu. Halldór Hermann í baráttunni, Ólafur Aron hjálpar til. Háka að vinna boltan á Haldunum. Þessi fyrir út af Káa-boltan. Káa-innkast. Styttist í leikslok. Við gætum verið að tilla okkur á toppinn. Jafnir Þóra stigum, betri markatölu. Almar vill fá hendi, fær ekki Elvar Árni í baráttunni. Ekki sattur. Halldór Hermann mættur, vinnur boltan. Og Almar með hann inn á Elvar getur ennþá hlaupið. Hallgrímur kemur inn í teiginn. Og Elvar heldur honum bara, fær Almar í hjálpina. Og Baldvin líka, Almar með hann úti við endalínu hægra megin. Kloppar einn, missir hann frá sér. Baldvin duglegur vinna, nei, Almar brýtur, já. Stúkan var á því að þetta verður bara boltinn. Já, við erum kannski á langt frá þau til að sjá það. Til að geta hreinlega metið það. Hér kemur aukaspyrnan langt frá völlinn. Og það er Guðmann sem skallar hann í burtu. Og á Almar sem hefur tíma. Almar fær 2 menn í sig, finnur Halldór Hermann tilbaka og Baldvin. Baldvin finnur Halldór í lappir aftur, skemmtilegu þrýðningarna þeirra á milli. Almar, kærulaus. Almar á opinn hana. Já, Davíð á Alexander að passa sig á gulu spjaldi. Hér kemur Davíð með mann í bakkinu. Rækó, vel gert hjá Rækó, þorði ekki að taka með höndum, skiljanlega. Elvar Árni duglegur í baráttunni, Alexander finnur Dóra í lappir, Halldór með tíma. Finnur Almar hægra megin. Almar út í hægra megin og hann er komin að hægri kantinn, bara alfarið Almar núna. Ólafur Aron er komin inn í djúpa miðjumanni með Alexander. Það er Elvar og það er Alexander. Hallgrímur út í vinstra megin, erfið sending, mjög erfið sending, já. Og nú er venjulegu leiktími liðinn. Og uppbótartími, þeir eru að sína hann, en snúa skiptinu ekki við fyrir mig. Hann er 2 mínútur eða 3. Sveinn Aron með sendinguna inn fyrir Davíð. Sjöttararnir taka við sér í stúkunni, alltaf stiðja sína menn hérna. Uppbótartími 4 mínútur afsaki. 4 mínútur. Uppbótartíma. Það er nægur tími fyrir mörk, við þekkjum það. Heldur betur, kemur langur bolti fram. Og það er Davíð Rúnar í baráttunni við Hákon. Nei, Davíð frábært. Vel gert hjá Davíð. Dare to David, það slagorð. Dare to David. Það er búinn að vera mjög öruggur í allir sínum aðgerðum í dag. Heldur betur, fyrir utan 1-2 viðsendar sendingar en við kvörtum ekki að koma ekkert mark. Teitur Pétursson með landið innkast. Það er bara undantekningin sem sannar regluna. Heldur betur, Alexander skalla frá. Og það er Hinrik varamaðurinn. Það er ekki þessi matt og þessu hérna er renna til. Almar fær hann reyndar í síðuna. Pínu svona klafs í gangi. Káamenn eru mjög duglegir ennþá að pressa og vinna boltan. Hér er Hinrik með hann, sendir hann alveg aftur á Arnar markmann. Og þá er það Birkir fyrir liðið sem fær hann. Með langa sendingu fram og það er Guðmann í baráttunni. Hefur betur og skallar hann aftur á Rækovic. Þetta var nú fagmannlega gert. Já, Guðmann er vandanum vaxinn, eftir til línu, markaskorari. Beygði sig og sneri sig og skallaði hann á Rækó. Já. Þetta er eitthvað sem maður þarf að fræða. Já, heldur betur. Elvar í baráttunni og Almar inn á Hallgrím. Hallgrím með færingan í sig. Finnur Almar vinstra megin, Almar getur skottið með báðum löppum. Frábær vörn þarna hjá Teit Pétursssyni. Já, við verðum að hrósa honum fyrir frábæra vörn. Þetta var ansi ákjósanlegt færi. Heldur betur. Og við fáum hotspyrnu. Enn eina hotspyrnun í leiknum. Ef við ekki bara enda núna leikið með einu marki? Ég held að HK hafi ekki fengið hotspyrnu í leiknum. Engin hotspyrna komið í HK, það er staðfestartölur. Amma Lauga biður boltan í netið, kemur boltinn inni og Baldvin reynir þarna. Rétt
rétt mista á honum. Rétt mista á honum, Alexander vinnur hann, Ólafur Aron er góður fyrir gjöfum og hún er skölluð frá að Teitur sennilega búinn að vera besti leikmaður HK í leiknum. Kristján, eigum við að gera því skóna hver er besti leikmaður HK í leiknum? Úff, þegar stórt er spurt. Þegar stórt er spurt. Fyrst kom í hugan vitaskuld markaskórarnir, bæði Guðmann og Ásgeir. Já. Mér fannst Hrannar líka gríðarlega vinnusamur, duglegur. Sammála því. Almar var líka að vinna óeingert starf á miðjunni. Heldur betur. Hann var alltaf ógn í Júrai og hérna Grímsa. Já, Grímsi vinnur boltan hann á miðjunni og rétt mista hann aðeins svona. Hindri gerði vel að vinna hann tilbaka. Nú styttist heldur betur í annan endan á þessu. Já, 3 mínútur liðnar upp á þetta tíma. Og hún er út af, aðeins cirka mínútu eftir. Cirka 1 mínútu eftir. Baldvin tekur innkastið, ekkert að flýta sér, tími vinnum okkur og við viljum halda hreinu annan leikinn í röð. Vel gert Hallgrímur, snýs hann af sér, Halldór aðeins og seinna í hann, þetta var skemmtilega hugsaði á Grímsa að stega hann út og við fengum boltan. Og þá er það innkast sem við eigum miðjum vallarhelmingi HK. Fara að vera síðustu form að skora. Heldur betur, Baldvin með innkastið, Almar tekur boltan, enginn á fjarstönginni, Almar reynir þar að lendi skot sem er rétt yfir markið, eða svona. Við segjum það. Segjum það. Já, rétt yfir. Fín tilraun, ekkert að þessu. Arnar með enn eina markspyrnuna. Hún er upp á miðjan völl og þá er flautað til leiksloka. Loka tölur á Akureyravelli. Þakkaði fyrir þetta Sveinn Aron Guðjónsson. Loka tölur á Akureyravelli. 2-0 fyrir KA í hörkuleik. Og við erum þar að leiðandi efstir í deildinni með 16 stig, 6 mörk í plús, Þór með 16 stig og 4 mörk í plús, Grindavík með 13 stig, Fram með 12 þeir eru komnir í gang, Keflavík 10, Haukar 10, Selfoss 10 og Leiknir 10. Þetta er hörkuspenna og nú fáum við að sjá mörkin aftur. Hér kemur hotspinnan sem að Guðmann gerir svo vel að koma í netið. Þetta er glæsilegu skalli. Þetta er ótrúlega vel klárað og hann er ekkert smá ánægður kallinn. Og svo er það þessi sending frá Halldóri inn á Ásgeir sem á helling eftir. Og gerir þetta svo virkilega vel. Frábærlega vel gert. Loka tölur á Akureyravelli í dag 2-0. Við þökkum fyrir áhorfið, kæru áhorfendur. Sigurður Lýð Sigurðsson og Kristján Sturluson kveðja í bili. Takk fyrir okkur.